Jæja, góða kvöldi, kæra landsmenn og velkomin í viðureign kvöldsins Axel Avengers á móti Pentakallanir. Ég er fekk með mér góðan gest, þið kannski eru byrjað að þekkja hann. Velkomin Kjellinn eða Pétur þekktur sem kannski bara rostungurinn. Já, ekki bara það. Verið velkomin, verið sæl og velkomin. Gaman að hafa þið með Öll sem vill. Herru, draftið byrja, skulum skoða þetta aðeins hérna. Axel Avengers eru að targeta hann Ruffalo. Hann er mjög mikill Tusk og Tiny enjoyer og er búinn að sýna ansi góða takta að þessum matchum svo far á þessum móti. Og svo taka þér endakallanum út Londroid Sniper og Visage. Já, Visage er náttúrulega bara já, ég kannski ætti að segja fólki að Viki Klikk er að standa hérna fyrir Axel Avengers núna, þannig að það útskýrir svolítið þetta Visage spann. Og svo er Londroid og Sniper eru þetta ekki hérna, leið mér að segja Hafli er eitthvað, þetta er eitthvað svona hetju sem hann spammar mjög mikið held ég. Taka svo út Resonance Hungdaddy. Þannig að þetta eru meira svona targeted bönnina hjá Axel Avengers heldur en eitthvað svona meta bönn. Svo eru nú yfirleitt endakallanir meira bara að spila sínar hetjur staðið fyrir að reyna að fylgja eitthvað metaðinu, fyrir utan kannski þú veist eins og Sand King eða eitthvað. Hann er að það í púlunni, var náttúrulega nerfaði svolítið mikið í síðasta patch, þannig að hann er, maður er ekki að sjá hann eins mikið. Ok, taka Warlock fyrir Connor, mjög svona þægileg hetja bara fyrir hann. Hefur örugglega mest spilað hetjuna þess held ég bara í íslenskum mótum. Myndi ég gíska allavega. Og svo stelaði Silencers af Palla. Ég held að hann sé reyndar að spila carry, ef maður rétt, núna í þessu liði. Þannig að hann er örugglega ekkert að fara að taka carry Silencers. Eða, þú veist, ég veit ekki, það er aldrei að vita. Þannig já, hvað spurning, ég er ekki viss hvað position þeir alltaf setja inn á Silencer á samt. Það verður mjög fróðilegt að sjá. Hvaða position er hann yfirleitt spilaður? Hjá Íslendingum er hann yfirleitt bara spilaður sem support, sko. Hann Gummi, eða sem sagt endakallinn sjálfur, hann er retired núna, en hann var ofta að taka, þetta var svona signature mid hetja hjá honum. Getur tekið hann þar líka, en hann er svolítið svona, hann getur verið svolítið tvíeggjað sverð út af því að þetta er mjög svona squishy mid hetja, þannig að ef þú nær ekki að byggja nógu vel í kringum hann, þá er svolítið alltaf hægt að valta yfir hann bara, ef hann er spilað sem core. Hann getur verið mjög sterkur core sko, það býður upp á mjög mikið já, damage og já, svo er bara öll þessi silence sem hann er með mjög annoying. En já, hvernig kvöldið þitt búinn að vera í kvöld? Bara fínt so far. Get ekki kvartað sko. En hjá þér? Jú, bara þokkalegt. Fekk mér hérna þriðjudags tilboð fyrir streymi. Já, maður þarf að halda upp á þriðjudag og fá sér dóma. Já, halda upp á þriðjudag. Það er vinsælt hérna á þessu heimili sko. Já. Sko, maður sjá. Ok, banna út Underlord og Primal Beast. Já, Underlord er náttúrulega bara búinn að vera mjög stabilt pick á þessum móti. Mjög margir offlaner sem bara fíla að picka hann. Primal Beast er kannski svona meira eitthvað niche. Man ekki alveg, maður sjá, er beginner eitthvað búinn að spila hann á þessum móti. Skulum bara skoða þarna.
Strats eitthvað að vera mjög trekt hérna í dag. Það er bara búið að vera að pikka galdrakallana. Já, þetta er rosa mikið af bara einhverju spellkasturum, sko. Sko líklegast er þetta bara, eru allir supportanir núna komnir. Á allir leikendum, sko. Og það er mjög skrítið að First Baka Silencer sem core hetju, sko. Þannig að bæði dröftin bara mjög opinn ennþá. Ok, henda núna í fyrsta coreinn. Þetta verður nú líklegast bara Viki Klikk að spila þetta. Fíla þessa hetju mjög mikið. Já, Nightforker Lion, þetta er nú ekkert eitthvað svona eitthvað wombo combo lane, en ég meina nú ætla hann að líklegast sjá, eða þú veist, hendakallarnir sjá núna offlane'i sem þeir eru að fara að spila á móti. Þannig að þeir geta verið mjög góður í stöðu núna að setja upp gott lane fyrir Hung Daddy. Ok. Fyndið sko, bæði liðin eru bara að pikka sömu roles í sömu röð. Jáhá. Karri Lycan, já. Damn. Það er almennilegt. Já, það gefur svolítið til kynna kannski að þeir eru vilja bara klára hann leik til að snemma, sko. Beginners, hann er ekki búinn að spila. Hvað ætli ég, já ég ætla að teka Pyron Beast, já, hann er ekki búinn að spila það og hann er ekki búinn að spila Mars heldur á þessum móti. Og Hung Daddy er ekki heldur búinn að spila Lycan. Þannig að mikið af hitjum sem menn eru að spila núna í fyrsta skipti á þessum móti. Já, endaköllunum aðalega þá. Endaköllunum. Endaköllunum. Ok, sko. Ég ætla nú að giska bara að örugglega bæði liðin ætla að geyma middið sitt þar til í lokin. Ok. Bristol, já. Veit allan að, já, Palli fílar held ég ágætlega mikið að spila sig hetju. Veit ekki alveg hvað með fyrstum en það sant. Þú fílar ekki Bristol-pickið? Ég er svona að reyna að hugsa hvort að þeir séu eitthvað að reyna að hægja á þessu pussi. Og þeir hugsa það að Bristol-back sé góður fyrir það. Bara eitthvað svona getur verið að standa í frontlennu og tefja, sko. Þannig að já, jú, þetta er kannski allt í lagi. En ég held ég vilji þá sjá einhvern mitt hjá þeim sem getur líka svolítið carryað leikinn fyrir Axel Adventures. Ég fíla yfirleitt ekki line-up sem eru svolítið að setja það á Bristol-backinn einan. En þú veist, bæði lið eru alveg komið með nokkuð góð teamfights, finnst mér.
Banna PA. Já, PA og Viper. Vist það eitthvað svo skrítið. Eina middhitu og eina carry-hitu. Já, þeir eru kannski þá ekki vissir bara sjálfur hvar þessi lækan eru að fara. Hann gæti náttúrulega alveg að fara midd. Ég sé þetta ekki svona... Þetta er eitthvað svona minnst Zoolander hitja í heimi. Ef ég... Myndi ég segja sko. Hvað meinarðu minnst Zoolander hitja? Já, hann er bara svona, hann er svona ekta middspilari. Bara svona spila mjög svona típiskar Já, spilarinn Zoolander. Já. Það veist, maður hefur alveg séð sum að taka lækan midd í svona einhverjum ákveðnum kringumstæðum. En mér finnst það bara mjög skrítið að hann myndi eitthvað vera að taka út einn lækan bara. Ok, en Axel Avengers, þeir er alltaf svo sannlega að nýta allan tíman sinn hérna. Fyrir síðasta pickið sitt, til að hugsa þetta vel á vandlega. Þeir þurfa náttúrulega að picka fyrst, en að hendagallinir geta counterpicka. Ok, þetta eru 3 melee strength cores. Timber er ekki bannaður. Ég held að Zoolander geta alveg spilað Timber. Þótt hann sé ekkert mikill Timber spilari sko. Sko það er meira en að koppi líka í pollinum. Það hafa alveg mikið tíma til að ákveða sig hérna. En mér finnst þetta bara alltaf því ég sé sko 3 strength melee cores. Það er bara eitthvað svo juicy að picka Timberinn, já. Og ég sá með mitt seríu daginn þar sem eitthvað álíka gerist. Og Timberinn gjörsamlega bara, já, stjórnaði leiknum frá mínútu 1 sko. Og það er líka svona heita sem passar við það að geta bara pressa lið early. Hann kemst online mjög snemma. Ekki besti pushir náttúrulega, en þú veist, já, lækan getið nú svo sem alveg síðan það einn sko. Ok. Já, en þeir eru klárlega að fókusa svolítið bara að fá góða byrjun á svona leik, hendagallinir, og reyna bara að kyrkja niður andstæðingarnir sína, þannig að þeir fá ekkert space til þess að komast inn í leikinn. En já, ok, þeir setja Marsin mid. Og Necrofa sem þeir offlane. Ok. Og já, þetta verður þá Mars á móti Slardar, I guess. Það er rosa eitthvað óhefbundi midlane, verð ég að segja. Er eitthvað line-up sem þér líst betur á, svona bara í first impressions? Nei, ég sé ekkert að annar line-upi sé til að mikið betra heldur en annað, ekki sem ég sé sko. Já, mér finnst líka svolítið erfitt að greina hvaða liðið er með betra leikjum hérna. Mér finnst hvorugt line-upi með eitthvað svaka gott leikjum sko. Ég myndi segja að Axel Avengers er örugglega með betra leikjum ef þeir komast þar sko. Já. Þegar því supportan er einhvern veginn, finnst mér skeila eins og Warlockin og hérna, já, það er það. Og Koran er líka, en þeir gera það svo sem líka hjá hendagallanum sko. Já. Verður spennandi að sjá hvernig það fer. Ég ætla sko, já, endagallanir eru að koma frá rosa sterkum sigri. Ég ætla að síðasta verin er að
bara gekk þeim ótrúlega vel og ég held að bara síðustu leikur sem ég spilaði lúkkaði bara fáránlega sannfærandi. Var held ég rosa lítið sem að var hægt að setja út á já, bara hvernig þeir spiluðu sem heild. Og Axel Ventures, þeir eru ennþá að leita þessum fyrsta sigri. Þannig að ég held að þeir séu mjög, hvað maður segja, þeir kreifa að vinna eitthvað hérna. En þetta er allavega ekki léttast aðstæðingurinn hérna sem þeir eru að keppa móti í kvöld. En við skulum sjá, Ruffalo, hann hendur hérna hann blokkar þetta medium camp, já. Ok. Þetta er nú fyrsta skipt sem ég sést hennar ward, það er nú yfirleitt settur náttúrulega alltaf ward upp á hennar litla tind hérna. Já. Tier 2 bot. En já. Axel Avengers farga þessu út, núna mun alltaf þessi ward spotta alla. Spurning hvort að hendakallin er ætla að notfæra sér það eitthvað. Þeir eru alltaf splittaðir upp núna hjá hendakallunum, en ég held að þeir ákveða bara að taka 2 í bandís. Rúni fór bara alveg nýjamt, segju. Dr. Death, já, hann ætlar bara að rössa beint í Tranquils. Köfti Windlace og hringin bara fyrst. Your nightmare continues. Jæja, það byrjar Fatal Bond botleninu. Ginner er náttúrulega með ágætisleið til þess að sustain þetta, en ég myndi segja að Ruffalo myndi kannski lenda í smá basli eða hann verður alltaf linkaður við þessi bonds. Á millinni ættu nú held ég bara að fara nokkuð jafnt hérna. Ef hvoru spilarinn er að gera einhver mistök. En Súlandi mun held ég að fá aðeins betri byrjun. Eins og þegar Hafliði byrja að fá okkur skills í bassið, þá getur hann kannski byrja að sona hann út. Connor og Palli eru smá hérna að vera búlíðaðir. Palli er bara með 4 CS meðan Byggin er með 10, þannig að þetta er góð byrjun í honum með það. Þeir eru eiginlega bara að spamma abilitin sem off cooldown bara þegar þeir geta. Þannig að þeir forsa svolítið Connor bara að fara í healið snemma. Blokkar afturkampið hérna. Næði samt að púla. Vel gert hjá Connor. Já, Beginner er bara komin í eitthvað. Já, ég sá nú ekki alveg hvernig þetta gerist. Þeir pulli eitthvað með waveið bara hérna fyrir aftan tunninn. Já, last þetta er nú bara ansi jöfna með til þess að byrja með. Það er alveg bara Palliðin á Bristlunum sem er kannski svona aðeins að dragast aftur úr. En ekki mikið samt. Þetta er alveg yfirstíganlegt sko. Já,
ég var nú, það myndi koma rosalega óvart, finnst mér, ef að hendagallinu væri hendi í fullt af einhver killum innan topp. Þetta er nú ekki bestu hitjuna, finnst mér, til þess að vera að drepa. Palli, ég vanda bottina, er með 8 stygg. Feitbolt, Já, kemur healsand. Úf, ég held að sé nót þessi bergarnu, sko. Mjög tæft. Og hvað, er ekki beginninni bara frá deyðana? Er með tango í gangi. Og heal, poppa hann yfir vortið þess að sjá hann. Þannig að reyna bara að tefja. Eitthvað. þessi Rúbikall, nei. Hann deyr að grípunum, maður. Og fært upp frá Palla. Já, þetta overaggressivina hjá þeim er svolítið að býta í rassinn, sko. Já, Þetta núna líka bara misti beginner, held ég, alveg heilt grippu við hana. Að Palli er komið level 4. það var svolítið kræfur í hennan Bristol, sko. Já, En þetta við var- erum mjög nálægt því að ná honum, sko. Það er mjög tæft, sko. Silencer, nefnir stykk, hann sleppur úr þessu úr topplinu. Já, það er komið dagur eftir 15 sekundir, þannig að ég vildi kannski reyna að gera eitthvað að það myndi gerast. Já, geti kannski Þeir ætla að hlaupa í Silencer á topplinið. Já, Þeir ég- mögulega geta náð honum. Já, Ég held að það sé döður, sko. hann er í smávanda. Að við spila. Já, byrju, er ég að miskila? Já, byrju. Já, nóttin er hans lengri þegar hann er með þetta facet. Og ég actually vissi það ekki, sko. Dagurinn er hans styttri. Nú er komið dagur. Palli. Þessi Bristol er alltaf að ná að beita ágætlega, sko. Já, En ég veit ekki samt hvað hann er að græða mikið af því hann er samt ekki það langt í farmi á eftir Necrophos. nei, ég veit. Og nú náttúrulega er Connor komið með þetta heal, sko, þannig að það verður mjög mikið effective heal þegar hann er komið náttúrulega með bristlebakið sitt. Þegar hann er Yes. að dúsa damage svona mikið. Middið, já, það er nú bara svolítið eins og ég sagði. Bara mjög jafnt. Já, bara fyrir passíft. Báðir bara spilarar að bara farma. Svo tiltölulega erfitt held ég. Hann er komið með þetta ulti Hann er- á hafliða, sko. Já, Hann getur alveg verið að svolítið erfið svona. hann er samt, er núna komin í level 6 Já, ok. Hann bara tekur þetta DJ. Súland er ekki að fara í bottle, hann að... Honum var svo sem sagði með það. Skanna rúffólóðina. Þannig að Hafliði veit að hann er innan til staðar. Ég held að Hafliði ætti bara að ulta hann og bara byrja að bassa hann niður, sko. Ok, forsa lifti. Það bara. Já, hann samt ekki með. Nei, það vantaði smá Nei. mannan til þess að merkja. Já. Ég var til í að sjá hann bara merkja hann strax, sko. Og Já. hann býr þá til, sko, vatn. Og það færa meira Mhm. moving speed bara að elta hann, sko. En já, þannig að Rúffóló þau bara tilbaka, næri vistumið sitt. Þannig að bæði lið fá sín einu vistums. Palli. Það er botlinið, Já. action. Bristol er mögulega að fara. Það er ekkert heal. Nei, Hann er ekki með mana hjá Connors. Þetta er samt svo Þetta er tæft. bara svo áðan, alltaf svo tæft, sko. Ég held að þeir geti kannski törnað hann ef að Connor hefði verið með heal ready, sko. En núna kannski... Ok, gott fatal bonds. Þeir ætla líklega bara að leita af, sýnist mér, Warlocking frekar, en já, hann sleppur, sýnist mér. Hann hefur lögð þrjú fatal bolt, sko. En hann þarf að komast aðeins nær. En Bristol þá náttúrulega að byrja að passa sig leið og Necrophos hittar 6, sko. Já, einmitt. Það er nefnilega ekki það langt í það, sko. Herru, Hafliði er komið heist. Það er Ward sem spottar hann samt. En hann er mjög hraður. Þið þurfa bara að drulla sér tilbaka. Og já, ég held að hann hefur skinnjað hvernig þeir hreyðu Það er svo. að koma tip í bot, Já, ok. svartar. Þetta er Þeir cool. ætla að góða að botlinni. Þetta er cool play, ég fíl það. Þeir ætla beint í Necrophosin, Já. þeir eru bara, Þetta er saman. hann hljóp bara fram hjá Rúbikinn. Það er bara no fucks given. Hann er búinn Þetta með er verið þitt.
En þeir ná líklega Rúbikinn líka. Já. 4 mættir. Lion, þeir eru næstu bara full lið komið á botlaunið. Lestin mætt. En þetta er samt alveg worth it fyrir aflega, sko. Já. Að þarf að nota TPS sitt í þetta, þannig að þú veist, já, ok, Zoolander actually pussaði ekkert midturinn, þannig að þetta er bara mjög gott rotation. Og ég fílaði hvað hann var fljótur aftur sá því bara, ok, þeir sjá mig vera að koma inn á topp, greinlega einhver ward hérna, þeir bara strax bot og reyna að gera move þar. Það var mjög cool play, actually. Já, Hungdæti er bara komin í Brimskóginn, bara með þar, þannig að nú er Vektor að leitnina. Engin nótt samt, hoppar ulti á Lycan. En Viki Klikk er það sama. Lycan er mættur samt. Já, Viki Klikk er samt með flying moment, sko. Hann er samt ekkert að nota Þetta er samt aðeins og djart hjá honum. Já. Herru, svo nær, já þeir eru góð bottina. Já, þetta var... Falla tveirinn á bot. Skulum sjá hvað gerist. Lycan er ennþá í ulti mögulega að reyna að fara að ná Lion hérna. Hann er til tibja, já. One er honum á meðan. Skulum sko hvað gerist hann á bot. Já, Zoolander kemur bara í rassina þeim og tekur það báða. Já, eins og ekkert hvað var að koma. Það er gott rotation líka hjá Zoolander. Gerir svolítið svipað á Hafliði gerði. Herru, það er second try í silence. Nei, hann hætti við það. Alltaf riski. Já, það er náttúrulega ekki Lycan ulti núna. En já. Þetta er... Já, þeir ná Necrophos. Þetta damage for Bristol stakkar mjög hratt. Vá. Getur ekki skoða aftur hvað gerist hérna. Já, hann er bara... Slóvar Rúbikinn. Já, bara hendir svolítið mikið á horslum. Þessi Bristol er að fara að dröp. Já, ég veit ekki eftir. Hann hefði mögulega getað náð hann. Kannski hrættur að vera eitthvað TP að mæti. Þessi leikur er nú bara helviti jafnt, myndi ég segja, þú veist. Þeir eru aðeins meira network-lít en hjá hendakallunum, en alls ekkert eitthvað svona... En nú er Rúbik í smá vanda á botluninu. Já, með 20 stig. En hann kemst ekki frá Bristol. Nei. Það er vandamálið. Svo horslumur, sko, þær eru... Þeir eru líklega að vera að fara að drepa Silencer líka. Já. Nei, jú, býtu, hann djúkar hann. Já, ég held að segja ekki náðu, sko. Já, nei. Það er engin með honum með það. Það er ekkert mobility á þessum hitjum, þannig þeir ná ekkert að... Já, það er svolítið gallinn, nefnilega við line-upið þeirra. Þetta er allt hitjum sem hafa ekkert mobility. Sérstaklega á móti Bristol. Já, það er Hann er bara að runna það niður. Kemur fingurinn. Downtown. Já, þú veist, það er bara Lycaninn sem getur eitthvað að vera að hlaupa frá þessu snotti, sko. Já. Annars þurfa bara hina hitjunum að bara fara í forstaff eða eitthvað til þess að komast í burtu frá þessum Bristol, sko. Já, þeir hafa enga leið til að komast frá hórinu, sko. Það er mjög öflugt. Það virðist vera mjög stíft hórina hjá Palla í kvöld, sko. Herru, hann ætla bara að góða inn. Það er bara að vera að runna það niður. Lycaninn en það er langt í hann er komað frá baklínu, sant? Kemur Global Silence. Já. Þetta er mjög messy fight. Nú getur kemur ulti vantarlega á Palla mögulega. Ef að Necrophos nær ulti á hann. En hann er að bíða aðeins. Já, nær hann honum. Já, nú. Og þeir ná Dr. Death líka. En Zoolander fellur og líka Rúbik. Ok, Hafliði, hann er að murka það hérna. Hungdæti sant. Hoppar ulti. Náður að halda Hafliði á lifandi. Já, bassið! Það er ekki nóg, en þeir ná Hungdæti sant. Nú eru 2 móti 2 hérna. Hver eru sterkari? Það er Gollum hérna. Ég er svolítið að murka það. Gerir Poppark á Strátt. Ekki Klikk, hann er ennþá fljúgandi, hann getur svolítið verið að kæta. Ekki mikið manna sant. Það endar á að vera 4 fyrir 3, já. Það fer í smá í hag fyrir endakallana. Þetta var gott turnaround fyrir að þið dæfið á fyrir aftan turnin. Já, og turnin tiltölulega bara heilsusamlegur ennþá, þannig að þeir náðu þannig sem geta pússa mikið. Og já, Ruffalo, hann fyrir bara í Ghost Scepter first item. Þetta er náttúrulega allt cores sem vilja svolítið vera að lemja þig, þannig að það er sniðið til honum.
spjóti, rétt svo hittir ekki. Það hittir hann en hann er ekki að negla hann í tré. Hann er ekki stöðnaður. Coin for me. Hvað er Connor að senda sig? Já, Connor, hann er bara komið með glimmer. Tildulega stemma sko, myndi ég segja. Fyrir 5 í Warlock. Smokar á Vector. Það Viki sé samt aðeins og tanki fyrir þess að dverghitur. Zoolander. Já, þeir eru með sentry en það er samt vortina. Skil ekki alveg hvernig það gerist. Ginner, já, alltaf bara beint í Guardian Greaves. Getur verið gott á móti startarnum. Fá þetta early purge áður en hann fær talentið það sem Corrosive Haze verður undispellable. Það er ekki fyrir level 25. Radiant's middle tower is under attack. Þá getur Vorten á hendaköllunum á botlinni sem svolítið sér baklínuna. Dr. Death fer inn. Ég held að hann sé kannski fullt jarfi með sig, eða hvað? Já, það er eitthvað smá smengir hérna hjá hendaköllunum. Þú er ekki alveg að mita. Ekki klikk, boppar últi. Það er að reyna samt. Ó, gott sælið samt. Lægjan fellur frá beginner. Palli er svolítið djúpur hérna, en þeir fara bara beint á Connor. Hann næst að setja út gróti. En kannski náði bara að limja það niður, eða hvað. Zoolander, finnur Palla. Hann er ekki saman á bjökkinu. Og já. Hann ákveður ekki að nota sæþinn hjá beginner. Vill spara hann. Já, þeir kannski náðu ekki alveg að koordinata sig nógu vel hérna hjá Axel Avengers í þessu fight. Viki Klikk náðu að disrupta Marsin ágætlega, en það var eiginlega enginn annar. Hafliði var ekki annað til þess að hoppa á einhverja supporta og deleta þeim sko. Svo var Palli hann eitthvað í bakkinu en maður, já, fann ekki alveg fyrir að hann var að taka rosa mikla athygli frá ofanliðinu. Þeir fóru bara beinustu leið í Warlockinn og bara kláruðu hann strax. Ok, Zoolander, hann ákveður að fara í Jules, staðan fyrir blink. Setur upp á læginu. Það er ekki með honum, hann það verður ekki meira heldur en þetta. Þeir virðast vera að stefna hérna í tier 1 turnin. Lækanar, já, ég veit. Þetta er bara turnin niður. Komið blinka hafliða samt. Spurning hvort þið viljið defenda hérna. Það er náttúrulega ekkert grjót í mínútu. Og ekkert Nightstalker ulti. Þannig að þeir þurfa líkast bara að gefa þetta. Balli vill líka reyna að klára. Já, hann er að senda sig Axe núna eða ekki. Jú, ok. Hann er komið ágætt powerspec núna. Getur verið að gera svolítið skaða. Það er Smoke. Þeir vilja finna Palla. Já, hann er svolítið low, þannig að þeir... Já. Náðu þeir að finna hann? Oj! Nei, þeir finna hann. Rúfalo. Rúfalo finnur hann. Já. Hann var svo eini sem lappaði þarna. Annars hefði þeir líklegast ekki fundið hann þarna. Ok. Hafliði hoppar inn. Á meðan fellur Connor frá Lycan. Já, Hafliði náði ekki að gera mikið þarna sko. Þeir eru bara svolítið að hjóla yfir á núna. 2 eftir, Viki Klikk fellur, Dr. Death. 1 eftir. Þetta er triple kill á Hung Daddy. Já, ég veit ekki, þeir bara... Já, þeir náðu allan ekkert að gera náðu mikið damage á þessar hitjurna hjá endaköllunum sko. Það er enginn að vera low eða neitt. Það er alltaf komið Greaves á beginner og getur verið að poppa þessum death pools hægri og vinstri sko.
Já, mér sýnist eftir að þessi Global Challenge eru alveg búin að vera ágætt hjá Vector. Þau eru svona, uh, þegar hann notaði og þá einhvern veginn reyna hinir að disengagea en svo náði þið ekki og þeir ná einhvern veginn bara að drepa alla á þess að þeir ná einhvern veginn að fæta almennilega. Já, einmitt. Og líka bara hangta því hann er orðinn svo ógeðslega sterkur núna miðað við alla hina. Já, Hann er gjörsamlega... það gerir rosalegt damage. Já, einmitt. Komið Harpun og Diffusal. Sem er helviti skemmtilegt pick-up finnst mér. Farið Diffusal í þessum leik. Þetta er allt strength hitju sem eru með svolítið lítil manapól sko, þannig að getur alveg tænlega sig að vera að dreina það niður sko. Það er sérstaklega Bristolin. Herru, Þeir fara á Nightstalker á botlinni. ekkert ulti og hann er bara slóðaður í döðlur. Bæri hérna Reaper Scythe í þokkabót. Já, Connor fundið hann líka. já, þetta er bara two-shot að þess. Já, góða daginn Þessi Lycan er bara farin að meiða mjög mikið. Já. Þetta er svolítið mikið fyrir það sko. Radiant's middle tower is under attack. Herra já. Þeir halda það frá bara púsinu. Radiant's middle tower is under attack. Og ég myndi ekki segja, sko þeir vildu, það var augljóst að þeir vildu svolítið hafa early tempo með hvernig þeir voru að pikka, þú veist, taka Necro, taka Lycan. En mér finnst samt á sama tíma að þá eru þeir ekkert að mikil timer, bara út frá því hvernig Axel Avengers dröftu. Þeir eru ekkert með eitthvað brjálaslegt late game, skiljum við. Þannig að svo lengi sem hendakallin er að halda bara góðu network líti, þá held ég að þeir sé alveg með hennar leik bara í vasanum, sko. Radiant's bottom tower is under attack. Ginnir vill taka eitt stykki Ross hérna, býð eftir liðin sinni. Og meðan held ég taka, þeir bara Tormentor, já. Connor fær sjart. Þetta er náttúrulega mjög góð sjart. En ef að Silence er náttúrulega alltaf Silence að þegar hann er að challenge þetta, þá náttúrulega gerir það ekki mikið. Já, þeir finna allavega rúfála út frá smóki. Ok. En það er eitthvað. Ég held að þeir fá, út af þeir eru svo langt mikið behind, sko, þá held ég að gefur eitt svona kill alveg ákveðna penning, sko. Já, 800 gull. Hangtati tekur Aegis. DT hann á topp. Já, mér langar eiginlega ekki að sjá Hangtati taka upp þetta DT, sko. Þá, svona út af því hversu hratt hann var að drepa Connor að hann, sko. Skal skoða þessi itemsina. Paller fær Bloodstone. Connor er bara að fara í Forstaff eða eitthvað. Já. Þetta giska það. Ruffalo fær sjartinn núna. Mjög góð sjart. Getur tekið félagana sína úr Nightstalker Silenceinu eða þannig tækifæri gefst. Afleiðar fyrir eitthvað BKB. Ég held sko bara vandamáli er að hann er bara ekki að gera náttúrulega mikið damage. Dire's top tower is under attack. Nei, Slardar þarf svolítið momentum til þess að... Já, einmitt. Það er algjörlega þannig hitja sko sem er svolítið vandræðilegt að spila þegar maður er svolítið svona komið svona langt eftir á.
Þetta er líka bara orðið svo mikið burst sem að hendakallarnir eru konið með núna. Finnst mér meira burst frá korunum frá þeim heldur en hjá hérna hvað heitir litli hitliðið, sorry. Axel Ventus, já. Axel Ventus, já. Já. Finna afleiðina. Ná Reaper-sæð, hvað hann komið marga? En hann er bara að flassa Reaper-sæðin. Það er líka við svona Já. Ég eftir ekki að nota við hana, sko. Æst, hann fær nefnilega svona max stack. Billif. Já, Já, hann vill eiginlega nota off-cooldown. Já. Þá safnar hann upp eitthvað svona perma-reginni. Herru, mér sýnst Palli verið að koma Bloodstone, sant? Já. Skulum sjá hvort það sé nóg. Hann náttúrulega, ef hann er að ná að snúa bakinu sinni þegar lækarinn er að lemja hann, þá ætti hann tænaði sig að geta læst til lækarinn það. Það er ekki komið neitt break en að hjá það með þá. Radiant's top tower is under attack. Já, það komið Asi á hangdæti, sko. Þetta er svo brjálæslega mikið skaði. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Þeir fara upp. TST3 á eftir að falla mjög rætt. Ef þið stoppað ekki. Spurning hver ætlar að byrja hérna fyrir Axel Ventus. Radiant structures are falling. Ég held að sé alveg að það er enginn hjá þeim sem vill svona beint fara inn, sko. Það er bara alveg Palli, held ég, sem hefur tökkað að gera það. Hinir munum bara deyja alltaf rætt. Já, en hann er hrættur samt ekkert með besta engageið heldur. Nei, nei, en ég held að hann þarf einmitt bara að gera þetta, veist. Bara eitthvað svona að reyna að standa fremstur og... Já, poppa gott sló. Já, einmitt, svona er þetta. Kemur gott að reyna samt í baklínuna fyrir 2. Brýtir svolítið frá missunni. Þetta er náttúrulega alveg óhrættur því hann er með Aegis sem poppast núna. Ná Aegis. Allir hinir eru samt bara ennþá svo... Nú kemur hann í ulti og hann er bara að fara að fá morgumættu sinn. Ekki bara dive. Jú, hann er farin inn. Hann er hann godleg. Rúfala, okkur hendur hann ekki inn í fantinu en sko, það hefur verið alveg play. Og þeir gæta ekki. Já, ég skil það vel. Ég meina, þetta er orðið og erfitt núna fyrir að berjast á móti þessu. En þeir voru með rétt af hugmyndarinn í lokin að bara láta Palla vera fremstan hana. Maður sá alveg að hann var að ná að læst til gegnum damage, sko. En ég meina, svo kemur bara Súlandir og hendir niður að reyna og það komið bara svona príst partaðinn alveg upp, þannig að þeir geti ekki haldið sér á lífi. Já, vel spilað hjá endakvöldunum, algjörlega. Já, bara taka mjög samfærandi leika 1. Þetta er kannski svona, maður var kannski að búast við þessu, en ég er alveg trú að því að Axel Ventus geta alveg náð einu leikaðum eða þeir náðu bara að spila mjög vel. Byrjaði ágætlega hjá þeim. Já, ég veit, bara fínt lane stage, en svo bara, já, einhvern veginn svona það endakallinni byrjaði að grúpa sig saman og þá, já, voru við kannski bara svona að fæta hans betur. Voru með betra team coordination og náðu að finna réttu hitjunar og, já, Axel Ventus voru kannski meira svona sundraðir. En já, þar við það. Leikur 1 fer hönd endakallana. Ég ætla bara að setja upp löp 2 svo við getum starta leik 2 bara sem fyrst. Þannig að já, við hendi í stutapásu og sjáumst eftir smá.
Jæja, velkomin tilbaka. Leið mér sjá, svona. Endakallan tóku leik 1, bara ef að fólk mista því. Það var nú, já, ansi samfærandi leikur. Já, tóku bara svona 10-4 deathball strat og enduðu leikinn á 26 mínútum. Já. Kjellin er hérna með mér, ennþá. Yes sir. Yes sir, yes sir. Já, það er spurning sko, hvað Axel Avengers geta gert ef að hendakallan er að henda aftur í svona draft. Þeir allan að, já, bönnin eru mjög svipuð. En þeir ákveða núna að hafa Tiny ennþá eftir í púlinu. Sem ég, já, mér finnst það bara fínt að gera það. Ruffalo er mjög sterkur á setju en ég held að þetta sé alls ekkert eitthvað svona hetja sem þeir eru rosa mikið að sækjast eftir sko. Það er bara sömu fyrstu pick. Já, kannski var það bara sömu line-up, bara rematch. Já, það er mér allt er ennþá í púlinu sem þið pikkuðu á hann. Já, ég veit. Þetta ekki að sömu bönnin líka? Mjög svipuð. Nánast sko, það er hérna Witch Doctor og Underlord. Þeir bönnuðu Underlord í second phase, en já, það var Tiny í staðinn fyrir Underlord, svo Witch Doctor, það var eitthvað annað, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var. En já, ég held að hendakallanir bönnuðu það nákvæmlega sama. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Já, mér finnst það áhugavert að þetta bæðis, já, hvað ætla að segja? Það er bara að læka. Já, ok. Við getum ekki fengið rematch. Dire team pick. Það byrjar að dreyma, sko. Já. En já, mér finnst þetta áhugavert að bæði lið er að einblíða að taka þessar 2 hetjur. Þetta hafa alls ekkert verið eitthvað svona rosa hot picks á mótinu hingað til. 10 seconds remaining. En já, offer náttúrulega báðar bara mjög sterkt 5 teamfight. seconds remaining. En ég myndi samt að segja að Silencerinn matchar frekar vel á móti Warlockinu. Bara svona út frá því hvernig hann vill byrja að fæta, eða þú veist, hvernig hann kastar spells í fæt. Já, hann vill ekki eiginlega byrja á því að kasta niður steinunum sko og þá kemur yfir globali svona rétt á undan áður en hann vill gera það sko. Já, það skiptir Timingið virkar þannig, já. Það skiptir ekkert eitthvað rosa miklu máli finnst mér líka hvenær Silencerinn poppar ultíinu sinni, þú veist, því ef hann er að gera áður en hann setur út steini þá er hann bara gegja, þá nær hann alveg að brjóta upp initiationi hjá Warlock, en líka ef hann að gera eftir á, þú veist, út af hann setur alltaf svo súpu og allt það, þá er hann líka að skemma það fyrir honum, sko. Hann þarf svolítið að kombo að hann brýti það upp sko. En ok, þeir ákveða að taka bara Ruffalo og Tiny, fyrst að þeir hleyptu honum í gegn. Já, þeir bönnuðu Razor, já. Dire team pick. Þannig að, já, Axel Avengers bönnuðu Razor held ég. Það hangdi þetta í spilanum mjög mikið, þannig að það ákveða að stela honum núna. Þetta verður kannski, já, þeir geta nú sett hann á, þetta er heldur nokkuð gott flex pick sko. Ég held að Viki Klikk spyrir hann alveg offlineinu, en svo getur við bara sett hann á Palla líka. Safe lane. Þannig að ég fíla þetta pick. Og já, þeir svara með Weaver, sem er náttúrulega bara mjög góður á móti Razor. En ég fílaði Razor út af því, þú veist, það var svolítið komið upp fyrir að þeir myndi taka eitthvað svona rosa Deathball heavy melee course sem svona vilja bara eitthvað pussa og klára leikinn. Endakallan er að taka svo mest pick á hittinu mótinu, Centaur. Búin að eiga bara helviti gott mót.
Hvað segir chatið samt? Hvernig er staðan ykkur í kvöld? Hvað helviti rólegt yfir chatni núna? Er allir bara að horfa á Bygglustream eða? Loksins þegar hann streamar, það bara... Þetta er svona eins og það Artísi streamar, sko. Það bara vaknar Íslands þjóðin, sko. Úr dvala. En ok, ég giska nú að bæði liðin alltaf að geima middi sitt fyrir last pick. En það var náttúrulega ekki þannig síðast, út af því Marsinn fór á endanum mid. Sem var, já, kannski ekki pælingin til þess að byrja með, en þeir ákveður fljóða kannski bara flexa því svona. Já. Þannig að, já. Þeir vilja líka að taka safe laneina, off laneina, fyrir eftir hver þeir vilja setja inn resource. Radiant team back. Admiral Concar. Já, ég held að þetta sé gott að setja hann nefnilega á safe lane núna, út af því hann matchar alls ekki vel á móti Weaver á lane'i. Þannig að þeir vilja setja hann á móti centranum, sem er bara, já, ágætt. 10 seconds remaining. Setja það á kungunni á móti 5 Weaver. seconds remaining. Sem ég held að segja allt er lagi matchup fyrir kungunni, sko. Getur eitthvað náða að splassa niður pöttuna og... Já. Þetta er ekkert eitthvað geggja lane fyrir hann, en... Ég held að hann ætti alveg að geta að spjara sig. En já, ég held að það sé til dæmis mjög opið núna hvaða mitt hitju bæði lið vilja taka núna fyrir sig. Já. Getum skoðað hérna hvað Súlandir er búinn að spila, hann er búinn að spila náttúrulega Coop, Puck. Búinn að eiga mjög góða leiki á þeim tveimur. Og já, ég myndi segja að það séu tvær, sérstaklega Puck. Lýst mér bara frekar vel á í þessum leik, sko. Það er alveg enginn með eitthvað svona hard lockdown á Puckin. Skopp er aðeins öðruvísi út af því að það er alltaf komið X inn í þetta og eitthvað svona. Það er bara Ember og Void, bara svona tvær mjög mobile mid-hitjur sem geta verið svolítið að stjórna tempóinu í leinum. Svo bannaði Lúnu og já, þeir eru kannski að hugsa að það geti mögulega verið reisum mid. 10 seconds remaining. Þeir banna svona bara tvær hitjur sem þeir telja að vera sterkar 5 á móti. seconds remaining. Dire team pick. Drow Ranger. Já, ok, þannig að þeir ætla að setja reisunum mid. Taka Drownager. Já, hún getur svo sem alveg verið fín á móti Weaver, sko. Carry móti carry matchup. 10 seconds remaining. Svo lengi sem hún á ekki alveg glataðan leik. Já. Þannig að núna þarf Súlandir eitthvað á móti Razornum. Ég fíla ennþá Puck ógeðslega mikið, sko. Ég held að þetta sé geggjaður Puck-leikur.
25 sekúndur. Þess að ákveða sig. Yes, það verður. Choose your hero. Þeir fara í pökkinn. Já, ég fíla actually mjög mikið endakalla line-upi núna. Já, ég er svolítið áhyggjur af það eina sem mér sýnist vanta svona í Axel Avengers line-upinu er eitthvað svona reliable lockdown. Þeir eru ekki beint með eitthvað svona bara targeted stun. Þú veist, þetta er allt eitthvað sem þarf að setja upp. Já, Og- það er einmitt sem þú vilt hafa á móti pökk, sko. Þú veist, þeir eru með Já. draw silence sem getur verið mjög fínt. Já, það er ekki líka móti vífur að það ekki? Jú, einmitt. Þetta eru aðeins þetta er rosa elusive hitjurna hjá endakallurum. Og ég held Nei, að þess að Centaur líka. Já. Þeir eru náttúrulega með ulti frá honum, þannig þetta er alveg, þeir eru svolítið, ég held ég er svolítið vesenni með að bara halda þeim. Og ég held líka að það sem er svolítið vandræðilegt núna með Razorinn er að hann, hvernig á hann að linka í fights. Já, Allt svo næs, þú ert eitthvað og ég er bara Razor, ég mun bara linka þessa hitju og hún getur ekkert gert í því. það er engin hetja sem hann svona er svona augljóslega að fara að linka allan leikinn. Já. Alls ekki, það er ekki svona, ekki nefnum bara vífur en það er alveg frekar tricky, sko. Einmitt. Þannig að já, ég meina þú veist, getur svo allt gerst sko, ef Axel Avengers ná að fá ógeðslega góð lanes og geta einhvern veginn bara snowballað því, þá geta þeir náttúrulega tekið hennar leik. En já, ef ég var alveg hreinskilinn sko, þá fannst mér að hafa betri sens í leik 1. Ég veit þetta er ekki það skemmtilegast að segja til þess að hype upp inn á leik 2 en það stundir bara að vera svolítið, Það getur allt gerst. já, en jú, við skulum sjá. Já, Ruffalo Tiny, hann er líka stórhættulegur sko, á þessum reyðju. Fyrir henni bútslega leik. You die alone. Prepare for battle. You'll have to do better than that. Alli en eitthvað skjóta á Victor í Straight to chatinu. the bottom with you. Með voice lines. Mind me, just a wee fairy going about her business. Hvorugt liði ákveður að smóka leit. Það hefur verið frekar vinsælt á þessu móti en don't mind me, just a wee fairy going about her business. þið verðist bara bæði vera sátt við það að taka þér rólega bara á nóttunni. En já, getur kannski kynnt á liðin bara meðan það verðist ekkert að fara að gerast. Við erum með Dr. Death, taka support Dark Willow, Palli að taka draw, safe lane, yes, Connor að fara að supporta hann á Warlock, Vicky Click, offlane Gunga og lokum Hafli Junior á Razor mid. Ruffalo er hérna með skemmtileg position, taka support Tiny. Zoolander, Puck mid, Beginner, offlane Centaur, Vector support Silencer og lokum Hung Daddy á safe lane Razors. Amateur. Nei, Weaver segi ég. Marksmanship. Og þetta verður aftur bara 2-2. You were too noisy to Búin að vera live. furðulega lítið einhver svona pre-game skirmish, svona með hvað maður hefur séð á You þessum móti. don't have the sand. Vanlega elska öll þessi lið að fara í eitthvað 5v5 til þess að byrja leikinn. Hafliði náði bara já. Þetta er leikur með 2. Denied. Herru Kjelli, þú þarft aðeins að taka yfir kastinu hérna. Það var eitthvað fjaskó hérna í hinni seríunni sem ég þarf að lagfæra. Ekki málið, ég reynir mitt besta. Sjá. Skal reyna að hafa kameruna á réttist það, eins og ég get.
Þetta er leikur nummer 2. Fyrsti leikur fór í sigur hendakallana. Það byrjar nú bara svona rólega. Rúfalo aðeins low á botlininu. En ekki skaði skeiður. Já, svo er að kameran verður svolítið pepeka hérna næstu sekundum. Já. Meðan ég er að... Já, það er botlinni meðlega núna. Rúfalo mjög low. Spurning hvort að Shadowverdi sé að fara að drepa hann. En nei, hann lífur þetta af mjög close. Og það er first blood á Palla. Frá rangerinn og aðeins overextendið hana. Til að ná þessu killi á Tiny. Alveg strax mættur aftur. Harrasta sendur hann ágætlega. Ekki samt nóg til að drepa en hann er mjög low. Don't you dare. Og það er... Tiny kastar Warlock inn, þeir ætla mögulega að ná honum. En Dráranger er náttúrulega að supporta. Spurning hvort þið náðu að hlaupa nú... Já. Dráranger, þetta slow er alveg... Tiny ætti samt ekki að koma sér í burtu. En núna er... Já, Víverinn fékk splass á sig frá kunguna, þannig að það var mjög low. Já, hann fer inn aftur og þeir ætla að góa á konguna en Darkvillurinn er að stoppa Víverinn í meysinu. En Víverinn... Já, þetta var óflett. Víverinn lendi akkurat í splassinu á kongunni sem var til þess að hann féll áður en hann náði almennilega að gera damage sem hann vildi gera og í leiðinni deyr Silencerinn líka á topplininu. Aftur action á botlinnið. Já, Dráragerinn er harrastað ágætlega á botlininu. 2 melee hitjur á móti 2 range hitjum. Þannig að það er aðeins erfiðara fyrir þá að komast í farm. En þeir eru samt alveg að halda þessu upp í farminu á móti þeim. Kastar Centaur inn og hann kastar healið á Drá, þannig hún ætti að vera í góðu lagi. Þeir eru að reyna að finna hana, hún er eitthvað að reyna að kæta. Stunnar Drárangerinn. En nei, þetta er damage að Drárangerinn, Tiny fellur niður. Ég ger ekki alveg ráð fyrir að hún væri með svona mikið burst hana. But first, you have to earn it. Já, Fatal Bones á Centaurinn, en þetta reynir að slóa hann niður en hann er komin út úr AoE-inu, þannig að hleypur bara inn aftur. Hann heldur áfram samt að tjánulega. Já. Afsakið, þetta er hljóð úr hinum leiknum. Herri, Warlockinn er kastaður inn, Tiny stunnar og Puck er mættur. Þetta, já. Easy clean up. Já. Á topplinið Silencer, en er að stikka. Víver, hjálpaði með að halda hann sín, en Dark Willow er
Ekki nóg. Razorinn á TP á topp. Já. Þetta alltaf í... Já, Já. Það er alltaf að reyna að stela vistunumni. Já, en Connor, hann deniaði því. Já. Vá, Ég veit ekki, já, það var örugglega rétt play þannig að deniaði. Hefði hann ekki náð því annars? Ég ætla að sjá þetta aftur hérna. Já, jú, Vektor hefur líklegast verið aðeins á undanum hana, en það var svona helviti tæft sko. Að Connor hefði getað að taka það líka, en hann ákveði bara að ekki taka áhættuna. En ok, ásækja þetta chat, ég þurfti sem að multitaska hérna. Hinn leikurinn fór í eitthvað fokk, veit ekki alveg hvað gerist. En það ætti að vera að koma allt í lænuna. Fyrir þá sem voru að horfa á innleikið, þá ætti hann að vera... Það er Action bot lane, þeir eru alltaf góða, já. Hann ætti að stindu þér hérna. Já, spurning, hvort falli... Nei, hann er búinn að nota multishot. Herjá, lastið náttúrulega... Það er ekki búinn að kveikt á þeim en það fyrstu 8 mínútur. Þeir eru frekar svona jöfn. Gott ult hérna hjá beginner. Beitar falla inn sko. Nú er hann bakkinn mættur. Þetta var gott beit. Roof follow, low. Herru. Herru, já, Razorinn er Razor. Á að vera ok, sko. Byggir á ulti, ætlar að chasea staðviklingar sendarinn til að fá ekki damage. Úff! Þetta var tæft að ná double kill sko. Nei, og svo deyr hann af puckin. Hann náði bara að hitta einu sinni plasmafíti. Ef hann hitt báðum þá þetta var easy double kill. Þetta var svo tæft. Hendur bara netthört núna. Já, ok. Góð byrjun í handiköllanum. Netthörtulega að sé. Það er góð að henda því. Hann er alltaf með timelapse sko. Vilja kannski bara reyna að fossa út. Já, ok, þeir náðu því. Það er eitthvað. Rúffólaði sem mættur. Það er að reyna að tossa eitthvað. Já. Hún kann kastar ulti. Já, þetta er ágætt damage. Hann er aðeins að... Er þetta nóg til þess að Willow nái einu killi? Nei, held ekki. Hvað, Razorinn mætti líka? Razorinn komið líka, þeir eru allir mjög low. Já. Razorinn ætti að geta klínað þetta upp. Það er bara að elta Rúffóló. Já, hann... Hann ákveður að fara í Lotusin í staðinn. En nú er puckinn líka kominn, þannig að þeir... Hann er svolítið umkryndur hérna. Hann er svolítið... Já... Þeir eru allir mjög low en hann sér engan. Geta ekki nefnilega að committa sko. Zoolander. Ok, nice. Nærmur að dotsa þetta. Úff. Hann er með plasma. Þetta er svo tæft hjá honum þetta. Guð minn almáttugur sko. Ég trúi þess ekki. Þessi leikur er bara ákveðið að staða nokkrum millimetrum sko af þessu plasmafíti. Já, ok, þeir eru alltaf að pressa samt topp þá. Þeir eru alltaf svo low inn að endurgötunum. Hljóftu þetta eftir inn. Já, gott það. Þetta... Já. Gælandi dettin. Beita spila hérna. Hýta því. Pressaður út líka. En já, spurning hvort það er náðu að breyta þessu í einhver turn samt. Þeir eru alveg helst að gera það. Það er katapultina, þannig að þeir fá allan að heldur gott damage. Þannig að meðan er midturnin að taka mikla pressu líka. Spurning hvað endurkallarnir vilja gera núna. Þeir eru allir heldi, já ok, þeir ákveða að defenda. Það er center ulti. Það eru TP. Það er puck líka. Center ultiar, stompar, stundur á tæni. Gott fyrir sant. Víverinn er að koma hann líka. Já, ég held að það ætla bara að skila Connor eftir og restin bara bakkar, eða hvað? Já, nei, þeir vilja fæta þetta. Þeir eru alveg fjórir hana. Já.
Engin puck ennþá. Ruffalo, solo killar og Dr. Death og þeir ná beginning líka. Ok. Haflið, hann með timelapse. Opa sentry. Já, hann vantar svolítið þetta catch. Og meðan tekur Palli bottur, þannig að hann bara að fá gott space hérna. Já, þetta að fara í hag fyrir Axel Avengers. Þetta bara að vera brute force þetta top actionina. Þeir náðu mid-turnina hjá hendaköllunum sko. En þeir missa 2 turna á móti. En ég held að segja að jákvæðast við þetta var bara að Palli fekk bara smá space núna til þess að geta að farma síðustu mínútur. Alright, það hefur verið að stakka hérna. Supportanir haldast í hönd í hönd. Þeir smóka. Þetta var fallegt. Þessi ward held ég rétt svo sá það ekki sko. Þau þurfti að vera rosa vakandi henni á Axel Avengers að sjá þannig smókvöldi. Þannig að góðan ward. Það blinkar Ruffalo. Já. Finnur hann næst þetta heal. Fyrið. Ok. Close. Dark Willow í vanda. Mjög low hérna. Poppa global. Ok. Ná henni líka. Ok, við spila hendaköllunum. Finna góð pixina. Missa smoke. Ökar að stela neutral, ekki ancient en... Þeir að setja upp á Vika. Að blinki. Finnur hann. Hann lítur buff. Með blade mail. Já, þetta erfitt kill sko. Einhvern komið til að hjálpa hann? Eru þið? Ruffalo bara að vera solo-killaður hérna af hennum. Nei, hann að blinka út maður. En hvað, Willow samt að gera brjálæslega mikið skaða hérna? Nær 2! Holy moly maður. Þetta alvöru play-in af Dr. Death sko. Bara engin ótti. Bara fara inn í þetta og gera skaða sko. Ruffalo að leita samt. Hann ekki með mana fyrir toss. Hann misplayði aðeins hversu mikið mana hann ætti þarna. Hann var með stick. Já, kannski hann fekk það bara frá kvöldunum þeirra. Hann var ekki með það. Það var með hann, Palli, Þeir fara núna eittur orangeurinn niður, já. Kunkar, TPA. Ekki með bát samt. Centaur alveg að fá ulti Gott eftir 5 silence. sekundur. Já. Kemur heal líka núna Palla. Þetta er orðið frekar hættulegt fyrir endakallana sko. Svona margir hérna komnir núna. Súlandi er mjög low. Hann nær honum. Gott kill. Beginnir hann fyrir bara út. Ok, þetta eru mjög góða mínútur hérna hjá Axel Avengers. Og já, Dr. Death hann er bara eina mínúti í júlsinsinn sko. Á 15. mínúti. Vá, ertu að sjá þessa vorda hérna hjá hendaköllunum á topplinni? Yes. Þeir eru að vera að búa til eitthvað hérna trifecta, triforce. Illuminati. Já, ég veit ekki alveg hvort þetta er besta nýtingin á vördum, en ég meina ég held ekki að vera einhver heitir þetta sko. Sjá allavega mjög vel þetta svæði þá núna. Og það sem þetta getur gert líka stundum er að ef að óvinninir 10 vorda, eitthvað á þessu vordunum, það eru mjög öryggi með sjálfins eða það sé alveg 10 vorda þarna. Svo getur alltaf verið eitthvað svona lúmsku vord. Þeir eru alltaf góða tiny mid. Kunka er búinn að kasta skipinu sínu en... Þetta nóg. Hann frekar í blade-vinnu Razorinn er svo nálægt að ná. Já, hann ætti heldur bara að elda hann og kasta svona plasmagríti. Já. Ég held hann aðeins ekki út af silenceinu mögulega. Já, ég veit hann. Kloppa silenceinu. Hann tekur DD-rúnið. Ruffalo er farin inn maður, hann stjúðlar að brála þessu maður. Ok, það ná Connor. Hann hoppar inn með, þú veist, undir 20% HP.
Já, ég meina, hann þarf bara að blinka inn og kasta báðum spelunum. Það var hann búinn að gera það sem hann á að gera. Það er svo ótrúlega var að hann, þú veist, hann komst út líka. Mhm. Eftir að hafa gert þetta. Þetta er gaman að sjá. Beginner. Já, Beginner og Kunga eru að herma eftir hvort öðru. Spurning hver gerir hvað fyrst í itembuildinu. Þeir eru með basically sama itembuildi, sko. Já, nær pökkinn að drepa Razorinn. Hann er með Witchblade, sko. Willow er samt... Já, fossar allan eitthvað rotation hérna. Hann eiga góðan leik hérna á Zoolander. Top net worst. Hung Daddy, hann er svona aðeins að koma sér aftur inn í leikinn. Hann er allan ekki að eiga eins góða byrjun og hann átti á lækanum í fyrsta leiknum, sko. Já, ég meina, dráin eins og er í besta farminu. Með flestu lastnettir að minnsta kosti. Það er smóka. Beginner er líka en að leita eitt, sko. Rétt svo missir að palla samt. Og hann var að labba á þessu svæði, þannig að þeir eru held ég ekki að fara að búast við að hann sé hægra með við þá. Nei. Setja hann í ward, en ég held að Palli veit ekkert að þetta sé í gangi, sko. Eða hvað? Finna Dark Willow. Dr. Death. Já. Æ, þeir ná Zoolander samt. Það er gott, já, þetta var gott. Hann var rútaður hann þetta. Palli samt er í nómanstandina. Lappa bara inn í all liði. Íjæjæjæjæj. Kemur Global. Þeir eru að chasea þarna með Gollum og Razor pika B. Finna Vector, X líka Beginner, mjög gott X. Ruffalo er með Toss. Tossar, já þetta er mikið skaði, sko. Level 4 Toss með fastsetinu. Báðir falla. Já, Viklik, einn eftir hérna. Vantar svolítið damage fyrir hann held ég samt. Ekki nóg mikið með þeirra að takja. Beginner líka mjög low. Herru, Dr. Death, nei ég trúi þessu ekki, sko. Ok, Dr. Death, sko, hann er að sína takta í þessum leik, sko. Hann er að ná mjög góðum pick-ups hérna á Hung Daddy á vífuninu, sko. Maður var svona ekki búist við að einhver svona hetja myndi vera að kontróla vífur svona mikið. Stelur heistunni líka. Zoolander er öskurriður. Dire's middle tower is under attack. Já, þessi leikur, sko, ef við skoðum graffiðina, þetta er búin að vera brattar brekkur, en leikurinn er bara að halda tiltölulega bara nýjafn, sko, fyrstu 20 mínúturnar. Nettaflýti er undir 1k. Og Lord Gaben, hann, sko, hans spá er að Axel Aventis séu með aðeins yfirhönduna í að taka bara alla leikinn, sko. Radiant's middle tower is under attack. Já, hvorn eru farmaður heldur en hjá endaköllunum. Svona aðeins. Já, ég myndi líka segja að þú veist að Drá fær svona byrjun. Það minnst hún oftast vera svolítið að spila catch-up, sko. Þá getur hún verið stór hættulega, nefnilega leit, sko. Það eru Ruffalo, eitthvað að reyna að stela hérna. Fær ulti frá Centaur, þannig að hann kemst léttilega út. Hann er bara X hjá Kungu sem getur eitthvað að stoppa svona. Dr. Death. Í smá klípu hérna. Hoppa Global Silence. Og já, þetta ætti að vera easy kill. Kemur Silence frá Dró, hittir engan samt. Allir mættir hérna hjá Axel Ventures. Endakallegin ætla eitthvað, þeir hérna eitthvað að stikka. Coin for me. Hung Daddy fyrir Global Top, já. Radiant's top tower is under attack. Já, Ruffalo, hann ætlar að fara í kanda. Hann ætlar bara að gera eitthvað bilaslega mikið burst damage. Tower is under attack. Hann hoppar inn. Þeir náðu að taka Vistamenn hjá Tower is under attack. Radiant. Radiant's top tower is Það er under bæði Vistamenn.
á 21. mínútu fá endakallanir. Það er komið Mac á Connor. Ok, aðeins meira teamfight. Spurning hvað Palli vill gera núna, hvort að hann ætlar að fara strax í BKB og reyna að fæta með liðin sinni eða hvort að hann grítar hann þetta aðeins meira og fer bara í meira damage og meira farm items. Hann er alltaf ennþá að hugsa sig ekki búinn að ákveða sig ennþá. Já, komið pípa á Vika Klikk. Hvað er beginner? Hann fór í Crimson í staðinn. Hangdaði, zigzag, nær að dodsa þessar rætur hjá Dr. Death. Nei, ok, Rúfóla hann breyti skoðun, hann ætlar að fara í Axe. Byrjar hana, bát, Rúfóla, liðans hann að mæta, Súlandur hann fara inn, Rúti hittir engan, nei, Fjeri segi. Líklega sná Rúfóla hérna, það er X á honum. Engin til bergunum. Stór stygg. Já, þeir voru ekki að búast þessu stykki, sko. Hann lifir. Ættu ansi miklu í að reyna að drepa hann en... Já. Það ekki. Já, nú döði bátinn. Og meðan takaði bara bottur. En já, sjáum hérna Axel Avengers, þeir vilja svolítið bara fæmenni núna, þeim líður eins og þeir séu með sterkara teamfight. Komið Pipe, komið Mac, BKB og Razor, Manta Hudra. Endakallanir er að taka Rosso með hann, þeir eru að pússa mitt. Já, spurning hvort að þeir skanna þetta hjá Axel Avengers. Þeir sjá engan á mappinu. Nei, þeir virðast ekki hafa enga hugmynd þetta og gefa þá hendakallinum fyrir Ross sem er mjög notalegt fyrir Hangdaddy. Já, takk fyrir þetta Smokeless Putter. Alltaf gaman að fjárfesta í auka áhorfendum, sko. Taka Tormentor, Connor fær aftur sjaldinn. Og já, endakallanir hafa náð að farma aðeins betur síðustu mínúturnar. Ég er alveg komið með 5k, sko, sem ég finnst frekar áhugavert. Þannig sem tóku, jú, það var náttúrulega þessi botfætana sem fór svolítið í þeirra hag. En svona annað heldur en það hafa nú ekkert verið eitthvað að finna mikið að pick-offs eða neitt þannig, sko. Palli ætlar í BKB næst. Ég held að það sé bara mjög skemmtilegt. Fimm manna smoke, hvað sjá þeir? Þeir sjá bara Kók upp top eins og þeir og Razorbot. Poppa ward, þannig að þeir sjá Dr. Death núna. Hann er naskur samt. Finnur eitthvað á sér og poppa bara strax setur á arm. Skanna þá, sjá að þeir eru á þessu svæði. Beginnir er búin að vera mjög mikið í þessum leik, sko, að fara eitthvað svona einn djúpt inn í Enemy Lines. Þeir ná að skanna Vika Klikk. Þeir vita nákvæmlega hvað hann er. Og ég held að hann hefur ekki hugmynd að þeir vita hvað hann er. Hann ekkert BKB, TB. Já. Ég held að einhver loka orð, Viki. High five, voiceline. Hann að TB? Ok. Þeir eru á Foster Coil. En á meðan, hvað gerist mitt? Finna Razorinn. Rúfóla sendur frá Deja, Connor líka. Næst að kasta út göndunum sinum. Kemur sentur ulti.
Palli. Hann mátti að dodsaði Manta. stompið maður. Ok, Dr. Death og hann silencer. Killing spree. Gott, glópa silence hana. Impossible kill. Og já, þetta verður einhvern veginn bara 4 fyrir 1. Það var náttúrulega engin kunga í þessu fight. Hann er svolítið að gefa liðinu svolítið mikið þetta sustain. Bara með römbuffinu og pípunni sko. Ná kannski aðeins að sjá hvað gerist líka bara við hennar Razor. Hvernig hann dó fyrstur sko. Hittir sem er með BKB. Skoðum við þetta aftur. Setur pöttur á hann. Já ok, svo bara er hann kompaður á Ruffalo. Og hann hefur bara ekki tækifæri til þess að báfa BKB hana. Og já, svo eru eiginlega bara mættir svolítið 1 og 1 sko. Eða svona náðu ekki allar að joina saman hjá Axel Adventures. Þannig að þeir falla bara hver á eftir hverjum öðrum. Gott global hann í lokin til þess að secura killið á Dr. Death. Radiant's middle tower. En ok, það kom BKB núna á Palla. Hann var fljótur að framma. Invisibility. Það er R. Maður sjá, það er BKB. Razor, góður á beginner. Liðið hans er samt sko lengst í burtu. Já. Dominating performance. Þannig að já, hann bara fellur. Og núna er svolítið liðið hans í smá vandræðum að disengagea. Gefum bátur, ok. Ná beginner. Súlandur er farin Hung Daddy, hann er með Aegis, ok. Með allt eftir, Gleipnir á BKB. Dr. Death, hann er ekki með global. Palli nær, vekta samt. Connor fellir á Súlandur og Ruffalo klárar af Dr. Death. Palli, pappa BKB, allar hann að klára Ruffalo. Nær að því. Vantar 1 tögg maður, nei. Mega kill. Og núna fellur hann. Og Vicky Click er einn eftir. Ruffalo, með blink, eitthvað. Blink toss, gerir það. Fárala lóðina. Dominating, I guess. En já, þeir ná að klára hann. Nær Razor að klára hann. Új, mjög tæft. Ég veit ekki hvort þetta er nósant, þótt að hann hitti þessu. Mögulega. Já, hann að endakallarnir, þeir eru komið með ansi gott network-lítina og þetta er, mér finnst þetta svolítið bara að vera að þeir eru að fæta betur. Já, þeir eru að teamfighta betur, ekki spurning. Þeir eru bara einhvern veginn betri positionaðir heldur en hinir þegar teamfightarnir byrja. Einmitt, betri positionaðir og þeir eru líka bara betri að koordinita, hvernig þeir vilja drepa, hvað hittir þurfa aðstoð. Þeir eru svolítið meira hjá Axel Adventures að góa hingað og þangað og eins og maður sér, þeir ná rétt svo að klára Tiny-in. Þannig er hann aftur að engagea inn í fightið með ekkert HP. Sem það fær svo mikið value úr þessari hitchi, þannig er að gera það sko. Já, nú er Vívinni komið svolítið ansi langt fram úr dráinum sko. Það er heilum Daedalus á undan henni. Shard næst á Víver. Það er eitthvað disconnect. Já. Einhver köttur kannski að naga í einhverjar Ethernet snurrur eða eitthvað. Já, Ruffalo hann ákvað að fara í Blade Mill.
Mér finnst það er alveg svona áhugaverð pæling á móti Willow. Hún er alltaf með frekar lítið HP og gerir tiltölulega mikið damage svona sem hún kannski hefur ekki beint stjórn á eða getur slökkt á eða neitt þannig sko. Jæja, þeir sýtja. Það er enginn hérna með Vika sko. Toss tilbaka, Global líka, þannig að enginn getur hjálpað honum. Hann er bara döður. Hann er með buyback, sant? Poppa coil á Razor, gefur Axe ulti, nei, Tritos segir frá Ruffalo, gerir nú ekki mikið sant. Ok, good force. Þeir eru náttúrulega bara þrír hérna á endurkáttunum sko. Bæði Puck og Weaver er að splitta in lanes. Ríðan getsa, gott toss inn í 3-volley combo, wow, vel spilaði Ruffalo maður. Það er 2 góð picks. Þeir eru að ná bygginni samt, já, hann fellur, þurfti nú að byggja B samt drá. Weaver er ekki ennþá mættið sko. Hann er samt bara að pussa toppiluna með hann. Já, hann er að rotate núna. Ruffalo. Já, hann er alitinn á kongunni. Hann þarf að poppa bátnum. Það kemur annar silence maður. Þetta silence á Vektor maður og Palli committar of djúpt og fellur. Enda dieback hjá Vika eða ekki. They're unstoppable. Og meðan Ég fellur verður hann líka. bara komin með ómikið damage. Já, einmitt. Byrju, nei, var þetta ekki buyback hjá honum? Jú, þetta var buyback. Já, þetta er ekkert að setja. Já, ok, þeir eru defenda raxið sitt, en ég meina, það var nú alveg nokkuð dýrt defense. Radiant's middle tower is under attack. Þetta kallar þeir halda bara áfram að púsa. Þetta er líka, þú veist, Weaver er komin BKB núna, þannig að öll þessi disable sem átt að vera ágætt fyrir hann eins og silence og svona eru orðin miklu meira ineffective. Þegar hann, hvað, er hann búinn að deyja? Já, ég held að það sé örugglega bara Dr. Death sem er búinn að drepa hann í þessum leik og það var hann eitthvað early þegar hann er að finna hann og ulta hann niður með Bedlam. En þeir eru svo sem alveg með ágætis high ground defense-ina hjá Axel Ventures. Svo lengi sem þeir bara, já, kannski er ekkert overcommitta og passa svo svolítið á þessum Ruffalo initiations. Hann er svolítið að reyna að finna það og kasta hann tilbaka. Eins og núna, Palli, voru að passa þig. Næri ekki tósinu, ok. Nú er hann X-side tilbaka. Með blade mæling okkur samt. Puck fyrir inn. Global. Centaur er ekki á svæðinu, ekkert ulti heldur. Ok, þannig að þeir forsa Global og þeir notuðu bát. Kemur annað X hérna á Ruffalo. Smá poke í gangi. Hann er bara svo tanky að hann alltaf finnir fyrir þessu. Herru, wow. Hvað þeir eru eitthvað langt uppi hérna. Palli og Viki. Ok, pappa vanda. Forsa pick up á hönd þetta líka. Er Ruffalo farin inn. Proppa grjótinu, Ruffalo mjög low. Beginni líka. Feillabondaðir. Ok, Ruffalo fallinn. Hvað er dróin? Ok, við erum komin tilbaka. Geggja, þryggja manna fér. Þetta er hún. Það er þrír döðir. Beginner, hann er að blinka út. Ok. Beginner, þessi ná að finna hann. Hann er döður hérna sko.
Herriðu nú mig. Ég held að það er nú að skoða hvernig þetta gerist. Aftur. Við hoppum hérna inn í miðjan til þarna aftur. Ok, og bygg og býða hérna bæði á haflega Junior. Hann ákvaða Ruffalo. Svo fara allir hérna inn. Það eru allir grúpar hérna saman. Og já. Geggja rút inn í fér á alla þrjá. En þetta er ekki búið. Comebackið er svona komið svona glufraði. Herru, já, smá hérna consequence moment. En hann fekk shardinn samt, þannig að hann er hann sátt með það alltaf. Actually mjög góður shard í þessum leik. Að fá alltaf þetta guaranteed þetta root í kringum stunnu sitt. Já, komið eru fressi líka á vektor með þér, vá. Hann grunnlega notaði sísta fight, hvað geti ég. Ross nr. 2, hann öskrar. Ég held að Axel Venture sé nú ekki í stöðu til þess að kontesta þetta. Þetta gæti hann að fá annan frían Ross. Og flagg í kaupati. Komið Sivas á Razors. Það er sterkt. Dire's middle tower is under attack. Já, ég myndi fylgist með þessum manni chat. Hann er undir Wartand, Emmy Jules og Glimmer. Ruffalo mætti samt, hann kemur Global. If you were a millennial, I'd say Yeah. wicked. Já, ég meina ég sagði ykkur að fylgjast með honum út af að hann var að fara að deyja eftir nokkrar sekundur. Nei, mér finnst Dr. Tess hann búinn að vera svolítið að halda liðinu sinni inn í þessu leik. Já, ég verð að gefa nú það. Hann er búinn að taka mjög klöts momentana Já. í vinnum. Herru, Ruffalo hoppar inn, hann er að dodsa stunni samt með pick-upinu og hann er alltaf verið döður. Kemur samt rólti, þetta er nógu mikið damage, já. Ok, ég held að þetta er líka bara stoppa pussið núna held ég. Ég held að þeir örugglega þora ekki að pussa núna 4-5, þóttir sé með Aegis. Þannig að þetta er mjög gott fyrir Axel Avengers, ná að framlengja lengin. Tower is under attack. Alveg töluvert. Já, sko eina sem ég kannski, það er mjög, Ruffalo, hann ákvað að fara inn í Axin og mér finnst það mjög skemmtilega item, því ég spil þann líka þá elskar að kaupa inn item. En það sem er smá vandalegt við þetta er að, eins og við sjáum, hann er að spila þessi enn initiator, hann er að leita að tækja til þess að hoppa inn. En Axin syngast ekkert svo vel með því. Það er miklu meira svona spilumennska þar sem þú ert bara svona að sitja í bakinu og glinkar inn í skóginn og kastar einhverjum lúmskum trjám. Þannig að já, hann er kannski... Jú, ég er alls ekkert að fleyma, en bara svona... Hann er kannski aðeins að passa sig meira hversu djúpt hann vill hoppa inn. Svo hann getur náða að nota... Það er aðeins out of position fyrir utan baseinn og... Já, Meksa, hann Glimmers... hann lifir þetta af. Já, Súlandur er farin instant. Er þetta kannski of djúpt eða? Kemur... Já, hann beitar hann maður. Beginner, nota Lotus. Kemur Global. Hann er samt bara að deyja þarna. Já, nei, þetta er... Kemur Global, Ruffalo er farin inn. Inn linkaður. Hann er bara að deyja líka sko. Náður að finna ykkur fleiri. Smá þró. Viktor. Ó, fjörið! Hann finnur hann maður. Já, það er bort hérna. Já. Ok, herru. Þetta er nú bara mega þróið það sko. Þetta var bara gott bait, sko. Middle tower is under attack. Já, einmitt. Súland er kannski aðeins of graður í að klára vorleikinn þarna inn í beisnum.
og bara jumpar inn í sko 5 hetjur og fær bara allt í sig þarna. Double damage. Já, þeir fá alveg 13.000 XP frá þessum fight, sko. Þannig að Palli er level 25, bara, já, við næsta hot, sko. Kom Butterfly. Hangdi að ég ætla að reyna að splitpúsa hérna, fossa aðeins tilbaka svo að þeir geta ekki púsað. Hoppa Glyph, Dr. Death, hann er kominn tilbaka. 1 mínútu eftir Aegis. Ok, þeir eru byrjað að TP tilbaka. Hann er ekki með TP í 12 sekundur. Hann þarf að... Ok, jú að döst, en hann vist bara að vera óhræður. Herri, þið finna svo haflega á middina með þetta að gerast. Já. Ok, þeir náðu svolítið að outmanúvera þarna, smá. Við spilum Hung Daddy að svona þekkja sín mörk og... Já, hann er ekkert búinn að deyja núna í seinustu teamfightum. Einmitt. Monster kill. Új, En, já, veist, fær hérna 1100 crit á auðmíkja... en hérna, Skurðlaugin. það er alveg erfitt fyrir það að ná víverinn með þetta line-up. Eru að finna vika klikkinu líka. Já, hann síðasta. Og hann er ekki með buyback. Godlike. Jú, hann er komið með aftur, ok. Double kill. Meðan eru að pússa mid, fá turni þar. Súlandi mun að taka alveg heftalega mikið skada. Self-heal, það er silence. Ok, reynir ekki að það. 2 buybacks, Razor, Uga. Endakallan er að pressa þeim liðum. Byrja á beginner, ég meina hann er að taka heftalega mikið skada og fellur. Hann er að lóta þess að fatal bonds, þannig að þeir eru bondarinn að saman nokkrir. Coil bara á Connor. Puckin, já, hann er svo low puckin. Hann er með face shift? Nei, hann er ekki að nota, ok. Og núna er Ruffalo farin inn til þess að Double helpa kill. Spurry, en bara deyr fyrir það. Og endakallin það bara skerru. Komast út, heyra, Hung Daddy er undir ward. Já, ég skil alveg hverju víverinn var að passa sig svolítið annað, en hann er náttúrulega ekki með Aegis lengur, þannig að það er svolítið mikilvægt að hann deyji ekki, sko. Já. Það þótt hann sé með Satanic og BKB, það held ég að þeir eru komin með ágættan skaða núna. Já, þess þeir að- geta alveg böstuð það niður, sko. Sérstaklega kemur, þú veist, eitthvað grjót og jafnvel fér frá Terrorist en áður en hann nær að BKB. Það er ekkert hard save hérna hjá endakallunum, sko. Ok, byrja að pússa hérna. Vilja forsa einhver buybacks. Fá það frá beginner. Vilja þeir ekki bara bakka núna. Ekki pússa of mikið. Þetta sem þeir eru komin með, svo þeir kasta þessu öllu tilbaka. Hvað segir Gaben? Regeneration. Já, 54% líkur fyrir hendakallana, taka hana leik. Þannig að þetta er nú bara orðið tiltölulega jafnleikur núna aftur. Svona 9k lead á þessum stæða leiks er nánast ekki neitt, sko. Ég myndi bara frekar segja að buybacks núna skipta meira máli. Og það er bara núna buyback á Palla hjá Radiant. Nú erum við komið með MKB aftur á móti, þannig að hann getur alveg böstað niður frá rangerinn. Hann er líka á level 25, sko. Hann kom með þetta auka Geminite attack. Þú segir bara hann er eitthvað... Hann að púsa út creepwayinn og hann kritta þrísasunum á mismunandi stöðum, sko. Þeir eru 1300. Það er ekkert grín. Já, þeir ætla að fara í 2 Shivas. Razor kom í Shivas og Viki Klikk ætla líka í Shivas. Já, ég meina þetta er alveg mjög góð rættum, en þeir náttúrulega munu þá ekki fá Warren stakkan alltaf ekki.
Ross er komin aftur. Ég held að endakallarinn gæti nú alveg tekið hann léttilega. Án einhverjar mótspyrnu frá andstæðinginum. Sáu held ég Víverinn rétt svo hérna. Já, hver ætla að taka hana Axina? Bökt kom með það. Tiny kom með það. Hvað gerir Ax eftir á Víver? Já, það er hann að supporta Axin. Já, kannski bara beginni sem tekur þetta. Ekki bara. Jú. Þannig að hann fær kerruna. Dire's middle barracks are under Nei, attack. ok, hann gefur vektora. Já, bara fínt. Sérstaklega þannig að það komið refresher líka. Refresher Ax er náttúrulega bara að styrla á silencer. Ok, heyrðu, við smóka hjá Axel og Mentias. Þeir vilja fæta inn í Aegis. Þeir sjá samt ekkert. Pappi ykkur bíða haflega. Hann gæti í... What? Jú, og fór hann hratt niður. Ha? Notaði hann BKB? Já, hann notaði BKB. Já, hann bara sprakk Víverinn. Já. Ég veit ekki alveg hvað var til þess. Ég held að bara Drá fekk bara einhver nokkuð krits hann í röðu. Við skoðum þetta aftur hérna. Krit. Já, ok. Hann fekk 1 krit hana, en það var bara no, sko. Og svo var hann bara að fá prox frá markmannsi. Ok, damn. Já, Já. Víverinn er hrættur eftir þetta. Já, ég meina, Satanik er ekki að fara að gera mikið fyrir því, sko, ef þetta deyja svona hrætt, sko. Ruffalo, hann er ekki mikið til að bjarga sig hérna. Já, þetta er svo... My grave is hidden in these woods. Já, þetta er svo erfitt fyrir Ruffalo með þessu itema, sko. Þegar ef hann er X-ar í svona stöðu. Því liðans getur ekki hjálpa hann, það er alveg bara Global sem getur eitthvað gert fyrir hann, en, þú veist, Viktor vill eiginlega ekkert vera að poppa Global fyrir eitthvað svona. Þannig að þeir pressa út núna, ekkert Aegis á Víver og bæpaka, nei, BKB ennþá cooldown. Er undir wardina samt. Ok, taka það út, nice. Ég finnst líka eins og, ég veit ekki, mér líður eins og, sko, Puck ætti að vera að gera miklu meiri skaða í þessu fight þegar hann kom með hann Ax. Hann vanti kannski bara Daedalus eða eitthvað. Þess að byrja að gera almennilega skaða. Það er Palli, hann er komin hérna með næstu 7.000 kall. Já, hann ætla bara að kaupa strax bara Scented Axe. Hann er komið þá með Hypothermia. Sem er eitthvað, já, eitthvað, gefur henni bara meira AOE damage, basically held ég. Það gerir eitthvað meira líka, en við þurfum ekki að spá því. Ok, Vektor, komið shard, þetta er nú meira svona carry, silencer shard myndi ég segja. Það er ekkert það besta, segja hvað þú fengið hana. Bottom tower is under attack. Það er nú flestar að þið séu nú komnir með sinn shard eða ekki? Jú. Interesting. Já, bara haflega eftir að fá shard í þessum leik. Buybacks eru svona kikk inn og tilbaka, allan að cooldownin. Margir sem vantar gull fyrir það samt. Vandati. Er það pop BKB? Bara strax. Já, eitthvað hrættur hann greinilega. Veit ég hvort hann... Já, ég held að hann sá nú samt Tiny bot. Já, maður finnur alveg að bæði liðin eru mjög passasum núna.
Þegar þau finna alveg að þau geta bæði alveg sko deleta hitchum bara 0-1 við réttar aðstæður. Herru, Ruffalo. Nærina. Klötsflingi. Já, mér finnst Ruffalo, ok, hann er að fara í BKB sem er bara næs, en hann þarf klálega einhvern svona defensive item bara til þess að breyka Strúti eða X eða eitthvað. Jules eða eitthvað þannig. Wind Waker er náttúrulega heldur dýra item en ég fíla hann sem mikið hérna. Já. Sko, Drá og Víver eru svona tiltölulega full slotted núna. Víver getur ennþá keypt Axe, svona alltaf Moonshard inn í spilinu líka. Ginner, já, fór bara Curious, Lotus. Herru, finnaði Ruffalo hérna. Ó, hann er blinki. Kemur ulti frá Centaur. Ég held að sé ekki nógu samt. Nei. Ok, mjög gott pick-up hérna hjá þeim. Ég vil bara sjá hann selja þetta Blade Mail og bara kaupa þetta BKB svo hann sé mér buyback líka. Þetta Blade Mail er ekki búin að gera mikið fyrir hann. Herri, er að fara að finna vektorina. Hann er búinn með Force Staff. Kungan náði forsa BKB á Víver, þannig að hann... Já, bara solo? Já, hann exaði hann og Já, ok. Víverinn hélt að það væru fleiri þarna en það var bara kungan hana. Hann kveikti á BKB-inu svo hann myndi ekki koma tilbaka. Ok, það gefur allan að Axel Aventis kannski smá svona tækifæri til þess að anda og komast aðeins meira út á mappi. Þannig í næstu mínútuna. Já, þeir sjá vektorina, það Ward sem spottar hann. Hann er bara með 1 Force Staff og kemur Centaur ulti líka. Er það? No. Þeir eru að reyna bara að tjepi út held ég. Eða hvað? Nei. Vektor. Ó, þeir ná Silence og Puck. Hann er samt, hann er portal út maður. Og Vektor. Hann er rétt svo ekki X-an af eitthvað klikk, mjög tæft. Já, ég lýði svolítið eins og kannski bara eins og endakallarnir séu svolítið hættir núna að einblína að taka fights. Þeir eru held ég bara meira að reyna að splitta mappið og reyna eitthvað að ratta það held ég. Outmanúvera það bara á mappinu. Reyna að finna angle þannig. Komið level 25 á haflega, þannig að komið 2 svona plasma. Radiant's bottom tower is under attack. Já, það er búin að hægjast svo verulega leiknum að nú eru margar hetjur líka að fá bara sko klikkað item, þú veist, Connor er komin með refresher allt í einu á Warlock. Já, þetta er eiginlega bara að fara að stefna í tier 5 itema sko, ef þetta heldur svona áfram. Palli getur uppgötað Dragonlance að setja í Hurricane-bike ef hann vill. En kannski er hann bara íhugað að hann velji kaupa eitthvað stærri item. Jæja. Frekar mikill stalemate í gangi núna.
Já, komið BKB og Ruffalo. Já, hann setti Blademanli í bakbúkan bara. Hann ætti bara að selja þetta held ég. A golden thread. Ætlar Víverinn í Rapier? Er það málið? Það lítur út fyrir það sko. Hann getur náttúrulega bara swappað út power touch. Víver þarf þannig séð ekkert power touch. Þú veist, sérstaklega þegar hann er komið level 30 og er með ekkert kuldana Sikuchi. Já, hann selur bara power touch, komið Divine. Hann er byrjað að kritta fyrir 2000 á Ancients. Þannig að hann þarf eiginlega bara að fá tækifæri til þess að lemja eitthvað sko. Það er alveg að vandamálið hans. Ekkert rosa miklum skaða vandamálum. Hvað landir Ross? 10 sekundur. Já, endakallan eru bara að bíða eftir Rossinum. Góða vortina. Skáta samt. Eða hvað? Hann tók bara út sentriðinn. Ha? Ok. Annar Axe. Ég meina, hver á eftir að fá Axe í þessu liði? Beginner og Hangdaddy. Það verður það Beginner sem verður núna. Hann gæti ná að bjarga einhverjum með kerrunni núna. Getur tekið clutch plays. Eða bara tekið Víverinn í kerrun og bara farið inn. Láti bara Víverinn vera að tekka í kerrunni. Dire's middle barracks are under attack. Komið Axe á Warlock. Já, þetta er nefnilega fárlega erfitt fyrir sko endurkallin held ég bara að pussa beint inn í þetta line-up sem Axel og Ventus eru með. Ruffalo, wow. Já, ok, hann er með BKB. Þannig að hann getur núna að vera að spila miklu meira svona. Já, Beginner er að reyna að prófa. Hanna, já. Hann er örugglega aldrei keypt hann item, þannig að hann er ennþá að prófa svona hvernig þetta virkar. Þetta Axe á center. Little is missing. Jæja, 1 mínúta í tier 5 items. Síðasta vortin hjá Axel Ventures er bara að fara að expæra. Þannig að þeir sjá takmarka. Herru, kemur bara global strax. Ok. Kannski smá preemptive globalina. Fresta bara nýtt samt. Hafliði farin inn. Hvað kemur hann coil? Ok. Forsa BKB á hafliða. Dire's bottom tower is under attack. Ok, ekkert rosa mikið nota. Warlock ennþá með báða steina sinna. Eru Beginner? Hann er döður. Og það kemur annar global sem eiginlega bara er til einskis. Herðu, ok. Ég myndi segja að þetta var bara mjög stór sigur fyrir Axel Ventures. Og það er komið tier 5 items. Þannig að núna eru allir bara hitting the jungle. Silencer finnur 2. Hann er bara með svolítið fullt inventory, hann er svolítið bastlið með að setja þannig í inventory sitt. Og það er Giant Ring á Ruffalo. Hvað meira hefur við? Mirror Shield á Hangdaddy. Annar Giant Ring á Centaur. Já, það kemur svo sem ekkert óvart. Og Palli, hann fór í Pirate Hat. Það er alveg sturla sterkt held ég. Vector, hann er ennþá íhuga.
Axel Avengers þurfa svolítið að fara að drífa sig að sækja þess að tier 5 itema með þeir hafa ennþá tækifæri á því. Dr. Death. Ekki heppinn. Ok, Stygian Desolator á Zoolander sko. Ég bara, já, hann er ekki alltaf komið með datalist sko. Við bara haspa hann alltaf en, já. Hvað meira höfum við? Anna Mirror Shield á Vector, ok. Já, ég er ekkert eitthvað rosa impressed inn á tier 5 iteminu hjá endurgátunum. Ég myndi segja Mirror Shield, jú, það er svo sem alltaf lægi sko. En það er ekkert eitthvað svona... Ok, það er þetta hex á vika klikk. Ok, jú. Þetta er kannski alveg fínasti Mirror Shield einhvers. Tekja tilbaka. Shearstone á Dr. Death, Hafliði er að ákveða sig. Hvað hann vill taka? Stendur hann að kjur í beisnum. Tekur Mirror Shield. Já, það er nú ekki mikið sem maður getur Mirror Shield í þessum leik, to be honest. Það er Hex á Puck. That's about it, sko. Toss, I guess. Og núna eru allir með buyback í leinum. Þannig að þetta voru 10 versus 10. Böddur út, treyta hennar Mirror Shield prokkum. Það kom Hex líka á hafliðamæður. Ok, tók ég því. Ok, Fér nær að póka beginner, en hann nær að kveika kartinu sko, en hann fekk hraður. Og hann er alltaf bara super tanky líka. Hex á Ruffalo. Inn í X, Fressar Global, Bigabay beginner, finnur hafliða. Hann er ekki með Bigabay. Meðan er að góða vika klikk. Hann næði samt að halda svo lífi. Palli er svolítið djúpur hérna, top Bigabay samt. Beginner, nota kartið til þess að fá múið speed. Byrju, 30 manna stun frá Willow maður. Beginner, Hexaður, deyr. Ruffalo deyr líka og Hangdætið deyr líka. Þeir halda og missa engan sko. Það er ótrúlegt hvernig þeir eru að lifa. Þeir eru Hafliði komin inn í baklínuna með Hex. Báður eru vindveikað upp hægrandi. Vist það enginn til þess að fylgja þeim hann upp, þannig að þeir komast báður út. Zoolander, en það er eitthvað sticking around. Sko, þeir eru samt bara núna með 1 rax eftir. Já. Þannig að þóttir töpuðu þessum tímfætana þá þurfum við að láta raxan neyra með það. Ég myndi samt segja sko, það getur svolítið verið mjög stórt að fá megacreeps í sum leikjum. En mér finnst í þessum leik er það ekkert eitthvað það crazy sko. Það er alltaf bara mest annoying að lanein verður alltaf pushuð. En þeir eru alls ekkert í basli núna með að defenda á móti megas. Alls ekki. Herru. Skulum sjá hversu mörg buybacks þeir náðu að forsa núna. Ráreyndirinn með Rapier núna sem hann tók að Víver er bara að delete raxanum. Já, þeir fyrir að buybacka sko. Þetta er bara bing. Drá er ekki með Bigabay í 6 anglir. Ok. 2 buyback. Ok, mér finnst Silence er smá preemptive, en skulum sjá. Þeir ná palla. Hann er með Bigabay, hoppar því, alltaf að klára Silenceinn. Hann myndu ekki rars. Satanic. Klára beginner, hann er dieback. Puck deyr líka bara instantly. Þeir reyna, ok, þeir hljóta hann á pallinu núna, eða hvað. Hann nær Ruffalo, en hann fellur. Godlike streak, fer á Ruffalo. Bátur kemur, Vektorinn er að halda sér lífi, mjög tæft, Rúti klárar hann með það öllu hlutum. Ok, allir að buybacka hjá hendagallurum, það er engin með buyback hjá þeim. En þeir vinna fætni fyrir það.
Hann á einu bæpæki hjá Connor. Holy moly, sko. Og já, Vífir hann komið til móti Vines. Æj, sko. Hann geti keft einni viðbót þessuna. Já, hvað ég ekki, skilju. Hvað, bara go for it. Þú með bygg kúldan, gera ekkert fyrir hvað sem er. Ok, Connor, þú voru að passa þig. Þú voru að passa þig, hann er að fara að one-shota þig. Nei, hann er ekki með buyback. Razors, hann er bara, ok, 4 buybacks núna. Ekkert buyback og Vífers. Hann er búinn að það tala, svo kemur X. Hann vantar aðeins með control. Kemur silence. Og þeir eru alltaf bara að bakka núna. Þetta er mjög hættulegt fyrir að stikka þetta. Það er enginn með buyback í leiknum núna. Hver einasta dauði skiptir gríðarlega miklu máli. I'll take that. Og sko, ef þetta væri lið á TI að keppa, þá myndu þau taka, það væri 2 approach sem myndu taka. Þeir myndu annarkvort bæði spila ógeðslega passíft til þess að fá buybacks aftur, eða annarkvort liði munurinn að taka eitthvað all-in move. Já, það er cooldown á glyph fyrir bæði lið. Og þeir eru komnir með Megas hjá hendagollanum. Fá annað Aegis líka. Já, var þetta ekki annar Axe líka? Er þetta ekki... Nei, ok, byrju. Jú, Ruffalo er með Agnes Blessing, sem hann geti hann sem bara gefið Weaver, I guess. Já, hann er búinn að synda Axi sitt. Jæja, ok. Og þetta er þótt að endurkallin sé með Aegis núna. Þú veist, þeir geta reynt eitthvað all-in að klára leikinn. En það er bara svo riski, sko. Og ef þeir deyja, þá er þetta bara þró. Og þeir tapa leiknum bara instantly. Þannig að öllu líkjendum er þetta, held ég, bara að fara að vera núna stalemate næstu 5 mínúturnar, nema Axel Avengers gerir einhver stóru mistök og pusha of langt úr businessinu. Við getum nú ekki púsað mikið með þessi mega-creep sem er að koma á móti. Nei, mitt, ég held að þeir verða bara inn í businessinu núna næstu 5 mínútur. Connor, já, hann er ennþá að nota bara teleskóp. Lýst greinilega ekkert rosa vel á tier 5 iteman sem hann fekk. Eða bara hefur ekki haft tíma til þess að velja. Já, hann fyrir styggja Desolator. Já, ok. Það er bara þannig. Hann ætla bara að gera damage. Finna balla. Hann þarf að pakka BKB, kemur, ok. Fær heal. Kemur coil líka. Ok. Má sjá, þeir notuðu Stampede coil. Fyrir BKB. Ruffalo, aftur inn. Finnur Dr. Death. Hann er samt að sagt sjálfur það. Vindvikar út, beginner er farin inn. Þetta er rosa tension, sko. Engin döður ennþá samt. Tungan er svolítið ekki með þeim. Nei, já, Viki þarf að komast tilbaka. Það eru beginner. Nær, það kemur Windbreaker frá Ruffalo, bjargar honum. Vá, Jesus Windbreaker maður. Geggja play. Viki klikk, farin inn. Og Solander. Hoppar bátnum. Hangdætti er að ratta. Hann nær tier 4. En þeir eru að fara að ná honum með það. Hann er náttúrulega ekki með þetta BKB, hann er bara með einhverja reypir, já. Það kemur silence. Ok, ná Aegis, liðið hans er að mæta samt. Það er coilar að mæta og... Ok, Fér á puckinn. Ekkert buyback maður, beginner að fara inn, hann er með ekkert HP samt. Geggja Avalanche inn í Trívoli. Byrjar að vera low hérna, Hafliði að tók BKB, allar hérna mannfæta Hangdætti. En Hangdætti er bara með allt og fucking mikið skaða, sko.
Beginner, fórna sér, er ekki með buyback. 2 döðir á buybacks og creepan eru bara búið sinn. Það er ekkert glyph í 22 sekundur. Úff, hver er výverinn? Hann er eitthvað passa samur, ekkert fikk að bíða en það. Dr. Death er eitthvað farin inn. Killing spree. Já, við verðum alltaf Nei. fór bara til fyrir ánum. Oh my god. Hann er ekki með buybacks. Og meðan er eitthvað innvið hérna í gangi sem Ruffalo vinnur. Að sjá hvað gerist hérna. Hangdæti reynir að fara inn. Svo bara, já. Þetta er svo fyndið þetta komið þennan stygs leik sko. Bara það að karjar er bara að deyja á 1 sekundu. Herði, ok. Aðtöngum við sjá. Þeir eru komin með glyph aftur núna á bæði lið sko. Sem er huge. Það er, já, bara svo server wardin eitthvað til það. Og já, bæði liðin eru svona að fá buybackin sína á svipuðum tímapunkti. Geti bottina. Já, shit sko. Þetta er rosalega leikur maður. 3 refresher hérna hjá Radiant. Og hvað já. Það er 1 tvænina bara í base. Palli er með 1 og Víður er með 1. Er ekki bara 3 í gangi í þessum leiknum? Jú. Byrju, já. Connor er með 1 líka. Ok. Já, hann var að náttúrulega spá fyrir þessu sko, það hann fekk styggjan desalitun sinn. Ég er örugglega að fara að fá einhverju til væn. Já, ok, þetta voru 5 observer wardar hérna bara í jörðinni. Þessi leikur sko. Já. Hann er hérna með 1 rapier sem Palli á, þannig að hann getur ekki notað hennan, því miður. Skilja hann eftir hana. Ruffalo. Hann er náttúrulega sko snar geðveikur sem maður sko. Hann er með buyback eftir 12 sekundur. Sko, hann er kannski að hugsa að reyna að forsa glyphið. Það getur verið svo huge ef hann er að gera það. Ég held að hann er 100% sko viss um það að hann er ekkert að klára leikinn en einn. En ef hann er að forsa eitthvað svona preemptive glyph getur það alveg verið game winning. En hann getur náttúrulega líka bara verið að setja niður djúpan ward sko. Eru samt ekki með alveg nokkra gem með það? Engin með gem. Nei. Já, það er bara gemin í base. Smá pause. Það er einhvern tímann pælt í hvað er inn í þessu hérna. Ekki neitt. Hérna eru 5 observer wardar. 1 divine hérna í hillunni. Ready to go. Bæði liðið að byrja að uppleiða smá bakverki eftir hennan gríðarlega langa leik. Þurfti bara aðeins pásu til þess að rétta úr sér. Ok. Og erum komin live aftur. Ruffalo setur niður ward. Þannig að hann getur séð núna hver er nálægt, en það er samt komið gemin aftur. Þannig að þetta ætti nú bara að fara jafnóðum, eða hvað? I'll take that. Nei, greinlega ekki þá, en ætti að gerast næstu sekundu.
Hver er eftir að vera level 30 í þessu leik? Já, alveg þó nokkur. Sko, endakallanir eru örugglega bara að bíða eftir næsta Ross, I guess. Og bara, já, allir komin með buybacks aftur, sem vantar bara gull á suma. En já, þetta er orðið svolítið skrítið staða á þessum leik, sko. Ég held að þótt að þeir fá Aegis, þá er þetta ennþá bara eitthvað fárlega erfitt fyrir að pússa inn í þetta hægra. Never had a chance. You'll have to do better than that. You'll have to do better than that. Og maður sjá, Palli er kominn Moonshard, Warlockinn kominn. Já, nei, já, Connor hann gaf Palla Moonshardinn sinn, greinilega. Og hann er búinn að breyta Divine Rapier sínum í Spell Amp. Divine Rapier. En já, það er alveg mikið hann að vortum frá endakallarum í gangi núna. Þeir geta nánast séð alltaf þegar Axel Avengers reynir eitthvað að fara út af base nema botlininu. Nema alltaf þeir smoki. Og meðan eru þeir bara með hann einn high ground ward sem sér ekki mikið hvað er að gerast á restina af mappinu. Mér finnst nú bara ótrúlega skrítið að það er svo nánast engin með travels í þessum leik. Það er bara Zoolander og Ruffalo. Maður myndi nú halda að það væri bara flestar hits í þessum leik komið bara með búið til travel 2, sko. Fang Daddy hérna alveg rosa óþálega maður yfir þessu rosan respawn timer. Með Q að Revenant's Brooch. Já, ok. Ég fíla það, actually. Ég meina, þetta er rosa mikið af high armor hitjum hérna hjá Axel Avengers. Það er alltaf bara þessi pípa sem er svo sem að negate eitthvað magical damage sem núna eins og er. Herru, það var á Ross númer, ertu með töluna á þessu? Hvaða Ross þetta er? Er þetta ekki 50 eða eitthvað? Já, eitthvað svoleiðis. Ég er alveg búinn að missa töluna á því, sko. Ef ekki meira, sko. Já, minnstakosti 50 held ég, eða 70. Það er allir konum með Axe, þannig að... Nei, já, betur hangd þetta í... Hvað gerist þennan Axe sem var í síðasta Ross? Hann fór á... Tiny, I guess. Ég held að Tiny bara seldi Axe sinn og... Nei, hann var samt búinn að senda Axe sinn, veit ég. Æ, ég veit ekki. Var ekki Senturinn sem fekk Axel senda? Ég held að það var þar síðusti, sko. Svo kom einn eftir það. Immortality. Þannig að nú er komin annar Axe Blessing. Ég held þú getur ekki selt henni þetta, sko. Þannig að, ég meina, þú veist... Þeir vilja ekki svona gefa hangd þetta í Axe, held ég, út af því... Þá þarf hann að íta tvisvar á takkan. Sem ég veit að margir þoli ekki við, til dæmis eins og Phoenix Axe. Að það fokkar svona mikið upp muscle memoryinu að þurfa að klikka á þetta ability tvisvar. Og þarft að targeta sjálf það líka. Jæja. Hvað ætla Endakarlinn að gera? Þeir poppa hérna einum banner. Utan besi. Axel Avengers, þeir haldast henni í hendur. Kemur X á Ruffalo, dreginn inn. Poppa bara vindvekja samt, kemur Global. Já, hann Vector er búinn að vera ansi svona
trigger happy á þessu Global Silence, verð ég að segja. Take that. Ekki feimið með að bara bomba í þau bara til að stemma í fight. Það er Balli, mjög framilega. Ruffalo, poppar á Windtakers. Nær hann X-i. Nei. Það hefði örugglega verið frítt BKB fossana. Þeir eru að nýta sér Giant Stringin en að vel að fela sig inn í skóginum. Dr. Death. Nær að setja það er með Windbreaker, Force og Glimmer og allan pakkaðan eftir. Á meðan er Zoolander eitthvað að setja pressu top. Já, þeir eru með nýja strategíuna hjá endurkallunum, bara reyna svolítið að búa til já, herri, ok, góða, Tiny. Poppum Windbreaker, Central til líka. Zoolander byrjar að splitpussa meðan það verður að gerast. Þeir eru að dreifa athyglinni mjög vel hérna. Axel og Ventress, þeir eru að vera rosa vel vakandi. Fylgjast vel með mínumöppunni. Hver er á hvaða stað. Ruffalo. Komin aftur með Windbreaker. Er að fá rosa mikla nýtingu úr þessum mætum. Já, og Connor hendur bara eitt ulti bara til þess að push út mid, greinlega. Hann notar örugglega þarna á Zoolanderinu á undan. Radiant's agent is under attack. Radiant's courier has been killed. Jæja, chat, hvað þurfa hendakallarnir að gera til þess að klára hann leik? Kaupa Helmut og Dominator, setja hann hingað og kaupa allir Boost og Travel. Herru, Brá, smá vanda, MVKB, Satanic. Hún næri ekki að Satanic á uppstand. Hún þarf að bæbeka, hún er samt búin með búin BKB sitt. Þeir poppa glyft núna. 4 buybacks. Þetta er mjög góð fight fyrir endakallarni eins og er. Ok, beginnir fellur, mun bæbeka bara strax held ég. Hangdaddy, mjög tæpur hana. En það með ekki, sant? Divine á jörðinni, Gem líka. Ok, þeir náðu sko öllum bæbækunum hjá Axel Avengers. Og Cliff. Sko ok, núna get ég alveg sagt að þeir geta reynt eitthvað YOLO move. Þú veist, þeir eru með 4 buybacks. Við þurfum bara að ná einhverjum sneaky angulina. Þú veist, þeir eru með Giant String á bæði Tiny og Centaur. Bara fara einhverstaðar hingað. Kaupa Boost og Travel 2 og fara bara allir all in á þrónið. Þú veist, það er ekkert Cliff. Þeir geta drepa þetta þrón á 5 sekúndur bara, þeir eru með BKB í gangi. Það er ekkert hard dispel, nei hard disable fyrir utan grótið hjá Connor. Eða, ég meina þeir getur líka bara beðið. Ok, Boba Smoke. Ég held að þessi allar reyna á þetta núna. Ginner. Þannig, finnur palla aftur. Er BKB? Nei, ekkert BKB. Hexant, ok. Palli er ennþá frekar heilbrigður samt. Enginn ok, jú, Hangdaddy byrjar að klikka á þrónið. Hann er samt dauður, veitu hvað gerast það ekki sem? What? ég þetta var bara að renna út. Oh my god, er ok. Hann er samt með buyback, er ekki að nota það. Þeir ná beginner, ekkert buyback á honum. Ok, hann buybackar núna á Ívers. Það er X á... þeir eru á Hexinu! Hann er með buyback samt. En þetta er mjög svona, já, ekki mikið samtaka hérna hjá endurkallunum. Hvað er HP á þrónið? Ok, það þrónið er tiltölulega heilbrigt ennþá. Já, ég sá ekki alveg hvað gerast fyrir höfuðin, sko. En, já, greinilega hefur bara eikið sig tæmast út bara á einhverjum mjög óhefnum tímabóti. Sjá þetta graf maður, þetta er bara eins og að vera að lesa einhverjar... Double damage.
lesa eitthvað lag, sko, nánast. Upp og niður, upp og niður. Eitthvað hljóðbylgju bara. Klukkan að stefna í 11:30. Menn eru örugglega komnir með, sko, rauðar æðar í augunum. Palli, Finnan mitt, hann þarf að poppa pick-upinu. Ég meina, það er engin puck hérna samt. Engin, já, ok, þetta er bara mjög gott force hérna hjá supportanum. I'll take that. Alright, herri. Straight to the bottom with you. Jæja, fólk bara að fara að bíða eftir buybacks aftur, eða hvað? Ég vil nú fara að sjá einhver Boots of Travel 2 hérna hjá hendakallinu samt. Þú veist hvað, eru ekki bara með, eru ekki að drukkna í pening eða? Glyph kemur eftir 50 sekundur rúmlega fyrir Axel Avengers. Beginner í skóginum. Það er Hex á Ruffalo. Það er að finna hann. Hann er með pick-up samt. Nær hann poppaði? Nei. Herru, þau eru farin inn á þrónið. Súlandinni byrjar að ráðstafa. Það er að deyja ógeðslega hratt. Ekkert Glyph. Beginner, hann er bara að lemja með pick-up. Já, og þeir klára þetta. Þessi leikur, sko. Wow. Jesus Christ, sko. Já, hendakallir, þeir bara unni leikinn. Þeir eru svolítið flottir. Já, vilt þú segja eitthvað við það? Já, segja. Hvað ætti að segja um hendakallina? Bara flott. Bara flott, vel gert. Fannst þið spila vel í þessum leik nr. 2? Já. Ok, þar hefur við það. Malla fannst hendakallinu spila mjög vel hérna í leik 2. Já. En já, hvað segirðu, Kjellinn? Rosnungurinn. Já, ég hef bara, já, ég er bara svolítið hissa. Þetta var miklu lengra en ég ætti að vona á. En rosalega erfitt bara einhvern veginn fyrir þá að loka leiknum. Eftir smá þróana einhver tíman á botnininu. Þeir alltaf þannig að, hvað var það? Það er ekki Ruffalo sem hoppaði inn í einhverja 5 hitjur eða eitthvað og endið á því að Jú, var ekki hann að fætina sem, þú veist, Warlockin var ógeðslega low. Þannig að Puckin hoppaði inn í 5 hitjur. Puckin, já. Og svo einhver með bara svona fjallir koll að kolli, eitthvað Ruffalo og hoppa inn með honum og Beginner líka. Og já, þetta náði náttúrulega bara komast á þannig stig í leiknum að, þú veist, bæði Vífurinn og Drárendir gáttu bara deleta hvort öðru bara á 0-1, sko. Og það er rosa skrít að pússa inn í þannig lið, sko. Það sem bara karriðin getur bara dáið svona. Já. Og já, þetta er almennileg sería, sant? Ég meina, maður verður ekki að búast við þessu frá Axel Avengers eftir þennan fyrri leik sem var bara, sko, 5 sinnum styttri. Eða eitthvað. Já, hann endaði undir 30 mínútum. Já. Þannig að já, ég held að nú bara allir séu bara frekar þreyttir eftir þessa seríu, held ég. Klukkan að stefna henni í miðnætti. Ég myndi skoða hérna grafið. Skemmtilegt graf. Ok, aðeins að skoða. Hver heldur að hafa gert mest damage í þessum leik? Ég ætla að segja Dráin.
Heldur þú að sé vífurinn frekar? Ég veit það ekki, sko. Já, Dráin var... Ég held að Dráin, sé drá. já, sko, Vífinn gerir fyrirlega lítið skaða, sko. Puck var að gera Mhm. meira hero damage heldur en hann. Já, Og akkurat, Dráin já, gerði fucking helmingi meira næstu. Já, 100.000 damage. Hún var svolítið til þess að þeir náðu ekki að klára, sko. Hún ætlaði bara ekkert að leyfa þeim að Já, komast inn í basin, sko. já, en þetta þýðir það að því miður eru Axel Avengers ennþá sigurlausir, eða þú veist, án sigurs í þessu group stage, í þessari deild, þrátt fyrir að hafa barist bara með algjörlega, sko, hver einustu nögl Mhm. sem þeir eiga. Og já, bara sýndu helviti góða takta hérna í leik 2. En já, þar höfum við það. Hendakallinir taka þetta 2-0 í kvöld. Já, ég held sko, ég slepp örugglega bara viðtölum núna í kvöld. Ég ætla ekki að leggja það uppi við þessa leikmenn eftir að hafa tekið þessa sirpu, sko. En já, bara takk fyrir að vera með mér að kasta. Já, þakka þér. Já, þetta er örugglega helviti maður kannski gerir þetta ekki oft að kasta svona löngum leikjum, sko. Nei, er þetta ekki lengsti leikur núna mótsins? Jú, ég held að þetta tekur, sko, já, þetta er líka held ég flest kill. En það sem finna sko, ég held að það er annar leikur á mótinu sem var held ég, sko, undir 30 mínútur og Mhm. var næstíð með 100 kill Vá. líka. Sem eru ekki að fyndi. En já, heyri, við ætlum það bara að segja þetta gott í kvöld. Bara takk fyrir áhorfið og já, minni á leik á morgun þar sem endakallarnir eru að fara að keppa aftur á móti minna að það hafi verið allt og heimskir en ég skal double checka það hérna. Jú, endakallarnir á móti allt og heimskir klukkan 9 á morgun. Þannig að endilega ekki missa því. Já, herru, þá segir þetta bara lokið í kvöld. Takk fyrir áhrifið aftur og góða nótt. Sofið vel. Já, góða nótt.
það. Slögt á þessu strími! Slögt á því!